Þetta sjötti þátturinn held ég í seríu 2 af podcastinu hlaðvarpinu mínu sem heitir Temjum tæknina. Og ég að tala fólk alls konar tækni og gervigreind og menntun og alls konar. Og þetta verður svolítið sérstakur þáttur í dag. Vegna þess að gestur minn Smári Sigurðsson, múrarameistari, pabbi minn. Líklegast sá maður sem hefur kennt mér mest á lífið og í lífinu. Og þú hefur kennt ansi mörgum margt. Þú hefur verið með marga sveina, eða ekki? Jú, ég hef með marga sveina og skila þeim og síðan hafa ég farið í misjafnar áttir. Bara sumir haldið áfram í faginu og múrverkinu og aðrir hafa farið í annað. Einn fór í gullsmíði og einn lærði og fór að mála, sem varð húsamálur. Já. Já, það ólíkt hvað menn endast í múrverkinu, en þú endist, þú starfaðir við múrverk alla þína ævi. Já, ég starfaði við það og að vísu starfaði við margt innan múrverksins. Ég var ekki alltaf á múraveggi, ég var við byggingar og stjórna þar og járnalagnir og steipur og til dæmis var ég 3 ár eða rúm, hann 4 ár við Laxárvirkjun 3 í göngunum þar og ég hætti, hún var nærri lokið þegar ég hætti. Það var mikill reynsla því að það var stór vinnustaður og mikið mál að stjórna fjölþættu starfi. Já, og hvaða ár ertu þarna í Laxárvirkjun? Ég fer 68, eða áramótin 68-69 og kem 2003. Nei, ég kem 83 tilbaka. 73 tilbaka, já. Já, 68-69, það ertu verkstjóri í Laxárvirkjun 3. Þarna erum við þarna hátindi geimferðakapphlaupsins. Þannig var ekki 1968 eða 9 sem að lenda á tunglinu. Jú, það var það. Þá voru þeir komnir það langt sko. En við vorum ennþá sko með skóflu og haka og sprengiefni. Já, sprengiefni. Það eru náttúrulega þessi byggingarsvæði á þessum tíma hafa líklegast verið algjörlega alveg allt öðru heldur en að við höfum vennst í dag. Já, það var það. Það hefur orðið mikil framþróun í allri tækni við byggingar bara frá upphafi og alveg til loka. Já, og kannski ekki síst náttúrulega tæknivarandi bara byggingarna sjálfar og hönnununa, það með síðan náttúrulega kannski það sem skiptir öðru máli er svona þessi vinnuvernd og öryggismál á svona byggingarsvæðum. Já, það hefur gjörbreyst og til hins betra því að það kom fyrir nokkrum sinnum að menn hugðu ekki að sér sko og löpuð út af endanum á stillansinu. Það var stillans með handriðum og öllu en svo glemdist að loka fyrir endan. Já. Þannig að menn gengu út af endanum og bara duttu niður. Já. Það svona það sem að vakti mann til umhugsun að maður að klára dæmi til enda með öryggið. Já, sem kannski sko að hafa lært að vinna hjá þér og ég hef oft sagt ykkur að tröllasögur hvenær ég byrja sko, en allir ég ekki að byrja svona í kringu 16 ára að vinna hjá þér sko, þá var ég svo fulla vinnu á sumrin bara, ég var svona búin að vera eitthvað að pjakkast fyrr, komið inn í verkefni eins og í manni þegar við vorum í Nýjabjó, það var mjög skemmtilegt. Flísalum það og þú varst með stór, varst ekki bara með múrverkið þar og steipun og allt? Jú, steipun og allt saman. Það var mjög skemmtilegt verkefni að byggja bíó, eða endur byggja bíó, það var alveg bara
Það mér finnst alltaf pínu leiðilt því ég fer þangað núna og sjá svona hvað er búið að drabbast niður. Já, til að það hafi ekki verið að taka því í gegn núna og teppalegja upp og nýtt og laga og mála og... Það er kannski sýnir mér að maður er, þegar maður er fertugur, sko, að það er gamalt sem maður var að vinna við að það fara að þurfa að rífa því í burtu og gera það bara nýtt. Það er það. En þú, þú ert Akureyringur í húðahár. Já, þú ert fæðist hérna, sko. Ég fæðist hérna, já, á Akureyri og þá búa foreldrar mínir í Oddeyrargötu 37. Já. Sem er hérna næst efsta húsið í Oddeyrargötunni. Já. Og hérna, en þá var faðir minn búinn að leggja drög að því að taka við búskap á Ártúnsstöðum í Glæsibæjarhreppi sem er hérna rétt ofan við húsasmiðjuna. Já. Og hann byrjar búskap þar 48 og þannig að ég er ekki nema kannski rétt að verða ársgamall þegar ég flytti í sveitina. Já. Og elst þar upp og hérna og með 2 eldri bræðunum og 1 yngri og 1 systir sem var yngri. Já, og að því ég það náttúrulega sko að nýta tækifæri sem þetta sko og krifja þetta svolítið sko og Biggi og Svan að þá eru þeir út á Bráöllum eða ekki sem er aðeins norðar. Þeir voru aldrei sko fastir eða kom aldrei til að vera á Ártúnsstöðum sko. Svan var hjá föðursystur sinni Ninnu á Bráöllum og Biggi þarna hann er orðinn 18 ára og hann fer að læra sem hárskeri. Já. Biggi Rakari hjá frænda sínum Tryggva. Já. Og síðan stofna þeir félagar Hárgrímsstofu Bigga og Valda sem stóð í Hafnarstrætinu og klipptu þar og snirtu menn. Þangað til hann flyttu til Kanada? Já, hann flyttu til Kanada 59. Já. Það kom svona bylgja þar sem að bæði iðnaðarmenn og aðalega það voru skipstjórar sem bauðst mjög góð vinna í Vancouver í Kanada við laxveiðar. Og það fóru ungir menn sem voru með stýrimannréttindi og... Við laxveiðar? Já, laxveiðar í Kyrrahafinu. Já. Og hérna... Og svo varu kunningjar hérna frá Akureyri sem fóru líka Torfi Leósson smiður. Hann fór til verksmiðju í húsgagnaverksmiðju í Vancouver og að læra og bara afla sér þekkingar og þannig að það voru nokkrir hérna frá Akureyri sem að fluttu vestur. Já, var eitthvað atvinnuleysi eða bara Nei, hark? Hark náttúrulega, mest ævintýra þrá held ég. Já. Breytum og... Já, hún var kannski betra veður. Já. Já, þú Áslaugstaðir hérna rétt fyrir ofan bæinn og ég man nú þegar þú varst að fara með mig þarna þegar ég var lítill, það var náttúrulega bara Gylfi bróðir hérna með kúabú og þetta var bara bóndabær með öllu því sem fylgdi, hann var með kindur líka, var það ekki? Jú, hann var með kindur, það voru bæði kindur og kýr og hestar og svo var byggt þarna nýtt fjós 1960, upp úr 1960 með nýjustu tækni og rörakerfum og öllu og það var mjög gott að vinna í því að það var svo hátt til lofts. Já. Og vel útbúið í alla staði á þeim tíma. Líklega ekki mikið samþykkt í dag? Nei, ekki. Nei. Og það er alveg sko, það er alveg svo merkilegt að því að mann er svo skrítinn, sko, tími er svo skrítið fyrirbæri. Og vegna þess að þegar ég, sko, þegar maður hugsa tilbaka, þegar ég hugsa tilbaka, því að maður svona fyrsta skipti einhvern veginn þennan aldur fertugt að geta að fara að velta fyrir sér eitthvað, þetta var svona í gamla daga. Akkurat þegar maður fann að átta sér á því að það eru hérna
25 ár frá þessu og 30 frá hinnu sko, að maður að þannig þú að upplifa hvað 1960 þannig einhver ný tækni og líklega hefur þetta verið eitthvað sem einhver fannst alveg sko, hvernig var svona tilfinningin fyrir það að fá svona nýja tækni vegna þess að það var eitthvað verklag sem var áður sem var bara lært og eitthvað svona svo þurfti að breyta einhverju með nýrri tækni þegar hún kom hvernig voru svona móttökur við svona breytingum? Ég held að bara móttökurnar hafi verið mjög góðar sko, því að það var eins og í fjósinu þá voru sett upp sko nýjustu alfa-laval mjaltatækin og gengið frá þeim mjög fínt þannig að mannsöndin kom hvergi nálagt sko. Það tala um mannsöndin kom hvergi nálagt eftir að búið að setja þetta voru ég man eftir þegar Gylfi er að mjólka, það settir mjaltatækin á spennana og þá fer mjólkinastæðin í lokað kerfi sem að síðan mjólkubíllinn tæmir úr. Þannig að bóndinn var að þrífa spennana og græja það saman og svo koma tækjunum á. Var áður handmjólka bara í áslagsstöðum? Það var stundum var handmjólka því að í gamla fjósinu var sem sagt verið með mjaltavélar og fötur og það var svolítið vandræði stundum að stilla heilan sem að réð taktinu við mjaltirnar að þá þurfti að handmjólka á meðan því að kýrnar eru mjög næmar og ef að var eitthvað sem við köllum heila sem var ofan á fötunni sem að skipti þrýstingnum á milli ef að það ruglaðist eitthvað þá eru það mjög pirraðar. Já, og það nennir engir að vinna með pirraðar kýr. Nei, það er ekki hægt. Það geta verið mjög skapstórar og skemmtist við vorum með pítu í matinn í gær. Já, sem minnum við það getur tekið afgang, við tókum afgang og mjög gott að við fengum hakk og beint frá bíli og ástæðan fyrir því að þessi kýr fór í hakk var það að hún gat ekki lest á mjaltaróbótinn. Já, en það var samt mjög, ég var við að byggja eitt af fyrstu fjósunum á róbótafjósunum út á Nesi inn í Höfðahverfi og ég sagði þeim þarna múrarmeistaræðis og sagði nú bóndanum að ég hefði nú umgengist kýr frá því ég man eftir mér og mér hefur aldrei þótt að mjög vitiborna skepnur en ég vissi að þær gengu alltaf í sömu röðinni, gókunaröðin var alltaf rétt en að þeir færu í róbót og litu mjólka sig og bara í röð og gengur svo burtu og allt í mestu rólegheit sem ég trúði nú ekki að því það. Nei, en ég fór nú samt þegar þetta var sett í gang þá fór ég út eftir og tók hálfan dag að fylgjast með hvernig gengi og þetta var ótrúlegt. Já. Það þurfti ekki nema það þurfti varla að vísa þeim því að það er gókunröð hjá kúm og forystukýrin ef að hún fer þessa leið þá koma hinnar á eftir. Já. Ég hef ekki mikla þekking á þessu en ég hef séð einmitt inn í svona róbótafjós og þetta er merkilegt. En við förum aftur aðeins að sko það sem að mér finnst nefnilega líka svolítið merkilegt að því að erum við í háskóla og ég er að ræða við pabba minn í hlaðvörp gervigreind þróun á búskap og mjólkuframleiðslu en það sem ég kannski langar að þess að fara í þú ferð og lærir eftir að þú elst þarna upp og ert ungur á Áslóðsstöðum sem að var nokkuð bara svona afdalasveit henni núna bara rétt handa við hornið bara rétt hjá háskólanum þú kemur síðan inn til Akureyrar og ferð að læra múrverk en það er ekki svona hefðbundin þú fer í grunnskóla og svo ferðu þú fer í gaggan ég fer í gagnfræðaskólan, já gagnfræðaskólan og svo ferðu þú í iðnskólan svo fer ég í iðnskólan, já
og iðnskólinn hann þróast svo og verður að því sem verkmenntaskólinn í dag. Já. Sko, byrjunin á þessu að þegar að maður var að alast upp í sveitinni þá var náttúrulega allt hjálpast að tölvert á milli bæ og ég var tölvert í því að fara á milli þegar var verið að steypa og svoleiðis og að hjálpa til því að þegar var verið að steypa úthús hjá einhverjum bóndanum þá komu 5-6 manns frá bæjunum í kring og aðstóðuðu. Var þetta bara svo amisfólkið? Já, safnaðist bara saman? Já, safnaðist bara saman og kláraði verkið og þegar við vorum að byggðum fjósið þegar ég bara réttum fermingu, að þá hafði ég mjög gaman að því að vinna við þetta og slá upp og það var nú fyrsta skipt sem var notuð svona stór steypuhrærivél sem hýfði steypuna upp á vinnupallana og síðan var keyrt í hjólbörum eftir vinnupallana. Já. Og þetta kostaði náttúrulega alltaf mannskap, það ætti að vera 4-5. Þú dældi þá hrærivelin upp á vinnupallin? Já, hún hýfði upp á vinnupallin. Já, það er merkilegt. Og hún hét Skuggi, hún var grámáluð, þessi stóra vél. Já. Og hét Skuggi. Skuggi. Var hún frá steypustöðinni? Já, Mölusand. Frá Mölusand? Já. Já, Skuggi. Þannig er svo að hefitinn rauðibóli, eini veghefitinn. Og svo ferði ég Já, og þá var meistari minn og síðan tengdafæðir hann sem sá bygginguna á fjósinu þarna og því sem var þær í kring og þá kynntist ég honum svolítið og síðan þegar ég fór að vinna, ég var fluttið til ömmu minnar þegar ég fór í gagnfræðaskólann og svo fór ég að vinna á sumrin á bryggjunni og fyrir kea í timbrinu og því sem tilfjall, áburði og annað. Mhm. Og þá hugsaði mér að það voru þarna menn sem voru miklu verkalýðssinnar og skömmuðist yfir því að ég hefði sem laun og þeir búin að vinna árum saman og svo kemur bara stráklingur úr sveit sem ekkert kynni og hann er á sama kaup á þeir. Hvernig kom það fyrir? Það var bara einn launaflokkur? Nei, það vantaði svo menn að kaupfélagi keypti menn úr sveitunum til að koma og bjarga þegar mikið var að gera og þá var okkur öllum borguð sömu laun. Já. Og það sveið hinum sem voru búin að vinna árum saman svo kom bara einhverjir Einhverjir pjakkar og þá tók ég ákvörðun það að ég ætlaði að fara í vinnu sem að gæfi góð laun. Já. Og ég geti ráðið mér aðeins sjálfur því að ég hafði mjög gaman að því að stúrsast og ráða mig sjálfur hvað ég gerði. Já, og það er eiginlega sko hvað maður segja, það er svona það sem að eins og ég held að það er svona dýrmættesta leksían sem hefur kennt mér og eitthvað sem maður er alveg óbúslega þakklátur fyrir sko bara þegar maður byrjaði að læra hjá þér sem var náttúrulega að vera sonur meistarans sem bara svona, þú veist, það hefur örugglega verið erfitt að vera að vinna með mér hinu handlákarnir sko. Það er kannski ég leit á mig sem sonur meistarans þú varst kannski ekkert mikið að taka eitthvað að hlífa mér hinna, ég vona allavega ekki en ég held sko að það sem að ég lærði og bara nýtist mér á hverjum degi og í öllu sem ég tek mig fyrir hendur einhvern veginn að það er þessi sko mér finnst ég alltaf geta sko redda mér bara hvað sem er svona hvað veist ég hafa verið þjálfað upp í einhver svona hvað segja svona sjálfsbjargar viðleitni. Já, ég umgást strákar sem voru með mér alltaf á jafnréttis
grundvelli, þannig að þeir urðu svolítið að hugsa sjálfur og finna aðeins út, það var ekki verið að segja allt, sko. Nei. Finna út hvað er best og svo var líka þetta að mæta á morgnana og ég gerði það einmilega það sem ég var við vinnu við mættum semst á morgnana og þó maður þyrfti kannski að skreppa frá aftur seinna daginn og koma vinnuna af stað og ákveða þetta gerum við í dag og klárum og það var einu undantekningarna var það að við höfum það ef að hittin fór yfir 20 stig í hádeginu, þá var frí eftir matinn. Já, og ég man eftir þessu, sko. Þetta var, það var mælirinn á torginu sem var réð þessu. Já. Þetta var góð svona, en ég mitt man eftir þessu, sko, að, sko, náttúrulega þegar maður er ungur og horfur á pappa sinn og ég, sko, það var svona ofurhetju ljómi, sko, yfir honum og líka, sko, að hvað segir þú svona leiddir með fordæmi, þú vannst vinnuna þú varst ekki bara einhver yfirmaður sem að komst og gaf skipanir heldur, sko maður lærði af því einhvern veginn að vinna í kringum þig og horfa á þig vinna. Já. Og svo einmitt, lestum mann fá eitthvað verkefni og treysti manni fyrir því og ég man alltaf stundum var mér þér fannst ég stundur svolítið þá mér varst gaman að brjóta og kannski braut stundum stundum fór ég kannski fram úr mér í brotinu en það var það leiðrétt sko ekki með neinum látum heldur að maður lærði svona umgangast þessi kraftmiklu verkfæri. Já, þetta er náttúrulega mjög gaman að brjóta með nýjum öflugum hamri gerir það. En ég nefnilega held sko að í þessu sko og ég einhvern veginn allan sko þeir strákar sem ég tala við ennþá voru svo margir sem fóru gegnum það að vera í handlangi hjá þér og maður svona sér það ekki einhvern veginn fyrir maður horfir tilbaka að sko ómeðvitað einhvern veginn að þá náttúrulega ég kannski sá það ekki þarna þannig ert í sko, kennarahlutverki eða ert í meistari og það ert með mennundir þú berð ábyrgð á verkinu og svona og varst að kenna ungum drengjum og stúlkum að því að Anna Brynja var hjá þér og sýsti mín senst og Agnes var Agnes líka. Já, hún var líka. Og ekki mann alltaf eftir en þú ekki klappa. Það kemur alltaf þá trommast alltaf inn á teipin. Já, það er skert. Að og mér finnst þetta orð sko, mér finnst þetta orð vera alveg dottið út að vera sko handlangari, vera handlangi. Já. Það var það sem var kallað. Já, það var í handlangi í múrverkinu. Handlanginu, já. Og það var nú mikið ábyrgðað starf því að hann sá að mata múrarana og allt og búa til í hendurnar á þeim. Þannig að hafa góðan handlangara, það var gulls í gildi. Já. Því að þá þarfst ekki að vera að biðja neitt heldur sá hann handlangarinn hvað vantaði og sjáum að það sé til staðar og þannig að það var aldrei verið að kalla á handlangarinn eða öskra á hann eða neitt því að þeir bara sáum sitt sko. Já. Og komið því á staðinn og það var mjög gott og það var ungi strákar sem þeim þótti náttúrulega alveg sérstaklega gaman að komast í svona vinnu og höfðu metnað fyrir að standa sig vel. Já, og maður kannski naut þess ekki alltaf í augnablikinu en ég man alveg eftir því að það var oft alveg ofboðslega gaman að því það voru svo pínu stemming sko, ég man bara að hafa verið örugglega hálft sumar sko, sigta sand og moka í hrærivél og færa eitthvað svo steypu í hjólburum og keyra hjólburur fullar af steypu þetta var kristnispítala og bara einhvern veginn svona þetta var allt svona eitthvað svona bras sko. Já, það var það og menn fundu út úr þessu bestu leiðina og vinna sem léttast og komast léttast í gegnum verkið sko.
finna sér nýja við minnst nú að leiðir. þetta har nú oftast verið mjög þungt samt allt saman. Já. Sementspokarnir og þessar múrblöndur og moka en það var einmitt þetta sko að einmitt í handlanginu að þá horfði maður á inngreinina, maður horfði á meistarann og þá sem voru lengra komnir, sveinana, maður horfði þá að vera að vinna vinnuna og maður var að hjálpa til og þannig svona sá maður handtökin og svo var manni kennt handtökin og maður lærði að umgangast þessi efni og svo fór maður að sjálfur að múra og í viðgerðum og flísalagnir og svona og alltaf færðist maður, svona fekk maður svona meiri og meiri ábyrgð í gegnum það að læra þetta og þetta er alltaf tekur samt sko, þú veist, þetta tekur tíma og það er kannski svona sem ég er velta fyrir mér eins og í dag þegar maður horfir á hvernig sko menntun iðnaðarmanna og annað, ég held að reyndar að menntun iðnaðarmanna hafi farið fram alveg rosalega mikið og eins og bara við tölum vinnuverndina og annað að sko iðnmenntun í dag held ég sé alveg sko ofboðslega vel heppnuð að mörguleyti og líka mjög dýrmætt af því ég horfi sko ég ofboðslega heppin með að hafa iðnmenntun í grunninn en að einhverju leyti þá finnst manni líka að þó að sé oft að tala það að gera henni herr undir höfði og svona þá finnst mér einhvern veginn samt að það sé ennþá ofur áhersla einhvern veginn að klára sig á fullt í gegnum háskóla sko. Já, en það sem hefur við þessar strákar sem að voru hjá mér bara handlangarar og lærðu múrverk að það vísaði þeim veginn áfram til bara meiri menntunar og út í aðra hluti því þeir voru farnir að vinna sjálfstætt og taka ábyrgð á því sem þeir gerðu sko og það var mjög gaman að því að tveir af þeim sem að voru hjá mér að þeir eru báðir flugstjórar í dag sko og eru búin að vera það lengi að þeir eru konar á eftirlaun. Já, eftirlaun sem flugstjórar. Sem flugstjórar. Og þetta var bara spori þá átt að vera sjálfur að stjórna því sem þeir gerðu og ákveða hvað þeir ætluðu að gera. Já, þeir eru stórir. Já, þeir eru stór. Já, ég held að þetta hafi verið eins og fyrir mig að þá var þetta bara einhvern veginn nauðsynleg brú þarna í minni æsku að sko, komast út úr hefðbundna skólakerfinu sem ég var kannski ekki endilega mótaður fyrir þá komast í iðngrein og ná mér þá í sveinspróf og þannig svona alltaf endaði við vera flísaleginir á slökkvistöð og mér leist nú bara ágætlega á það og var þar næstu tæp 16 árin eða rúmlega 15 ár. Já, það var mjög skemmtilegu tími því að þú komst sko beint að sunnan úr sveinsprófunu og nú fagnaði því nú verið komið með sko lærðan múra með mér og fagnaði framtíðinni. Sonur minn kominn til að taka við fjölskylduræktun. Já, og það stóð nú ekki nefnir 10 daga því að þegar verkið var búið þá fór ég með verkfærin en sonurinn satt eftir og var komin hann fína svarta búning og... Já, lagðist í leysubúinu og slökst. Já. En ég fagnaði því mjög því að þetta var gaman að upplifa þetta að slökkviliðsstjórinn fylgdist með okkur náttúrulega daglega í vinnu. Þarna væri maður sem þyrfti að ná í. Þannig að hann var einlega búin að hugsa þetta. Já, þetta var svona svolítið, þetta var skemmtilegt að færa sér þetta yfir. En það er nú ekki bara svona til þess að reyfa ævisögu þína vegna þess að þetta er alltaf, ég minnist þess sko þegar það kom við fréttum sko, þannig ég get sagt frá því að ég flutti einu sinni elsta þálifandi Íslendingir í sjúkraflugi og þessi einstaklega var það gamall að ég hélt að ég væri að fara að flytja barn. Hún var rétt rúmlega 100 ára og ég man svo sko þegar ég var í þessum flutningi að
var ég að hugsa sko, hún var fædd árið sem að Titanic sekkur og maður bara hugsa sko, þannig bara nýkomnar flugvélar og síðan þú upplifir og þannig að símar voru allt öðruvísi, bara samskipti fólks voru allt öðruvísi, bara stærstan hluta af ævi þinni. Já. Og tengsl okkar mannana við tækni var miklu meira, það var komin fullt af tækni, rafmagn og sími og sjónvarp nema á 50 dögum var nokkuð. Það var ekkert sjónvarp á 50 dögum. Nei. Það ættum að slakka á internetinu á 50 dögum, það var held ég gott. En síðan svona á 9. áratugnum, þá allt í einu svona tekur þessi tækniþróun svolítið við þessi tölvuöld byrjar. Þú varst nú fljótur að verða út í mann eftir að hafa sko sem ungum strák, sko, þá var sem við ógott þegar við varst með símbóða, var mjög gott að ég gæti hringt í símbóðan og þá labbaðir þú eitthvað svo það fannst borðsíma og hringdi tilbaka. En svo varstu komið með GSM-síma nokkuð fljótlega. Daði keypti þetta í Danmörku, það ekki GSM. Hann keypti stóran Ericsson GSM, já. Það var rétt upp úr 90 sem ég fekk hann, sko. Já. Það var mjög fljótt. Ég keypti aldrei bílasíma, þeir voru mjög dýrir og voru þungir og ekki þægilegir í meðförum, þannig að... Við vorum með NMT-síma í rafnum, einhverjum raf. Ég man eftir því. En það var ekki svona bílasími, ekki svona þessi hefðbundi bílasími. Það var NMT-sími, já. En tölvuöldin byrjar og ég nefnilega, sko, ástæðan fyrir það bara gaman að fá því í spjall, að við erum alltaf að brasa eitthvað og kannski fáum ekkert oft mikið tíma til að setjast niður og spjalla. Þannig ég er að nýta mér þessi aðstöðu mín að vera með þetta hlaðvarp. En það er alltaf líka það að ég held að þú sért sko sá maður sem ég þekki, sem að sko tölvutækni hefur haft minnst áhrif á. Já, það er alveg rétt, sko. Ég hef alltaf komið mér hjá því að fara í tölvuna og vinna verk þar því að ég er miklu meira upp úr því að vinna með höndunum og svo leiðis. Já. Hitt var bara að tefja fyrir manni. Já. En ég bjargaðist á því að konan náttúrulega var óks upp með tölvunni og hélt áfram og var tölvutæknir og var alltaf í fremstu röð í að tilenga sér þessum nýjungar sem voru að koma. Já. Þannig að hún var mjög snögg að afgreiða allt sem þurfti að gera, sko, og þess vegna ég var betri, sko, við eldavélina og meðan að hún bjargaði hinnu. Já, og ég... En eins og... já, og þarna mitt kemur sko að því þessi ég upplifi var þetta sko jafnvægi sko að því að mamma var og hún er ótrúlega framsækin í tækni. Já, mjög duglega bara fá það nýjasta og tilenga sér það og geta notað það. Já, nema prentara. Hún er aldrei komist upp á gott lag með það eiga prentara. Hún er aldrei náð alveg samkomulagi við prentara. Nei, ég sagði það við Ástrós þegar við giftum okkur að það væri sko, það kæmi aldrei prentar inn á þetta heimili. Það var alltaf svona hringt mánaðarlega og yfirleitt alltaf þegar mamma var í bókhaldsvinnu og þá virkaði ekki prentarinn og ég þurfti alltaf að vera útkalls tilbúin að mæta. En já, þú veist, og ég vorum bara að tala um það án í matnum að þú veist ekki með neitt netfang sem þú notar. Nei. Og þú ert nú með Alexandra dóttir mér sem þú var nú komið nýjan iPhone 13. Já, ég fór ekki stærra stökk, ég var með iPhone 6, sko. Já. Og þeir bara, fyrst ég var ekki búin að skipta, þá lokuðu þeir, sko, G4 og G3. Já, 4G og 4, já. Þannig að iPhone minn, hann þagnaði bara. Hætti hann að virka? Já. Þetta er svo mikið, sko, þetta er alltaf bara, sko... Þessi fíni sími. Já. Þetta er svona, sko, kitsinni-trærivélinn sem þið eigið sem þið keyptuð 1990
70 eitthvað eða? Já, við keyptum KitchenAid mjög fljótt vegna þess að og við keyptum svona gula, það var vegna þess að það vildu engir svona gula hrærivél og hún búin að standa í rúmt ár sko í búðinni og vildi engin þannig lit, það vildi allir litina. Já. Þannig að við keyptum þessa gula á 50% afslætti því þeir ætla að losna við hana. Já, og hún virkaði þann dag í dag. Já, aldrei slegið feilpúst. KitchenAid hefur aldrei sett einhver uppfærslu í þessa hrærivél þannig að hún hætti að virka. Nei. En það væri fáránlegt. Já, hún snýst enn og bara... Þetta hérna og svo er við að tala sko þessi umhverfismáli kringu tækni og annað og sko einmitt svo bara eru tæki framleidd sem eru það bara að vita það eftir örfá ár, þá voru þetta bara rusl. Já. Þetta er hérna svolítið skrítið. Og já, þetta er hérna daglegt amstur þitt ver voðalega lítið framfyrir framan tölvu. Og sem að ég held einhvern veginn að sé sko mikill lærdómur einhvern veginn að draga af bæði það að ja, þú sannar það bara með því að lifa að það er ekki nauðsynlegt að vera síðtengdur alltaf, þú ert í skemmtilegu félagsstarfi og hérna bara erst í mjög virkri þáttöku við lífið án þess að þú sért þú ert nú með Facebook síðu og maður getur haft sambandið á Messenger en þú ert ekki virkur á samfélagsmiðlum eða kommentakerfum dagblaðana? Nei, það er einstaka sinnum sem ég set svona smá komment inn á Facebookina þegar eitthvað sem er svona athyglisvert sem ég vil láta vita að ég hafi séð en að ég sé að setja inn á Facebook og svoleiðis, það er mjög sjaldgæft. Já. Ég hef nú aðeins hérna sýnt þér á þessa gervigreind, ChatGPT og fleira. Við gerðum nú hérna smá samantekt að því þú varst í Póllandi 89 þegar hérna Sovétríkin falla. Já, ég fór 87 fyrst og þegar Pávinn kom fyrst í heimsókn til Póllands. Já, og við notuðum gervigreindina til að gera svona pínu samantekt á þessum heimsviðburðum sem voru að gerast þarna á meðan varst. Já. Af því þú fórst í heimsókn. Já. Til Gdansk. Já. Þar varst að vinna í skipasmíðastöð. Já, sem er horfin í dag, sko. Já. Að vísu er nafni til ennþá vegna þess að hún var flutt til annara staða en þetta er bara þetta var verkamannaborg og þetta voru skipasmíðastöðar alveg meðfram stöðundinni. Já. En í dag er þetta bara viðskiptaborg og ferðamannastöðar og mjög flott. Já. Og svanirnir sem að synda á flóanum þannig að þeir eru ekki lengur svartir neðan eins og var. Nei, það var svo mikil mengun í... Það var svo mikil mengun að okkur var alveg bannað að fara í sjóin. Já. En við horfum nú að krakka fara í sjóin, við spyrum að hverju eru börnin að leika sér hérna. Já. Í fjörun. Já, þau eru fætt á uppalið með það býtur ekkert á þau, en þið þolið þeir. Já, það ekki náttúrulega kemur kannski líka svona að þó að sko KitchenAid-hrærivél hafi verið framleidd til að endast, að því það ekki sko umhverfismálin hafi verið í betra lagi, svona heilt yfir þá séðu í betra lagi í dag svona, og líka bara þeirra minninga að hafa keyrt með hérna ruslið upp á ruslahauga á Gleradal. Svo bara maður hugsaður út í þetta bara með fullar kerrur af rusli og bara sturtaði einhver stórt í móa. Já. En hérna gervigreindin, já, þetta er nefnilega sko það sem við erum að glíma svolítið við hér og ég er að glíma við sko bara gagnvart dætrum mínum sem eru þá 5 og 11 ára að mér finnst ég einhvern veginn hafa verið þessi kynslóð sem að fær þessar öru tæknifbreytingar einhvern veginn í fangið en samt að því við fengum sko svona hraða internettengingu sem þurfti ekki að hringja inn í símann þegar ég fermdist og þar með einhvern veginn byrjaði maður að grúska þessu tölvumálum og svo fekk ég nú hérna iPhone og tilenga mér þetta hratt þessar tæknibyltingar en nú maður einhvern veginn sko hvernig ég útskýra þetta var upplifur einhvern veginn að
að því að ég það mikið inn í þessum stafræna heimi sem einhver svona hliðar raunveruleiki þess sem að gerist hérna í hinnum svona hinnum raunveruleikanum sem er þessi hérna samskipti sem við eigum í holdi og blóði, ekki í gegnum hérna tölvuna, að maður einhvern veginn sko bara með heiminn og heimsfréttirnar í háskerpu allan daginn, alla daga og skoðanir allra á því sko. Og þannig að þú veist, maður er einhvern veginn kaffært í upplýsingum og ég reyni eins og ég get það sko, skammta mér þetta svolítið og tínast ekki inn í þennan stafræna heim þó að stór hluti vinnunum minnar farið fram í því að vera í tölvunni og svona, en ég sé sko hvernig lítur svona þetta út fyrir þér, að því að þú náttúrulega þetta kom inn á alls konar vinnustæði gegnum starfsferðin, að núna eru rosalega margir vinnustæðir þar sem að langstærstu hluti vinnunar fyrir fram að tölvu. Það var ekki þannig alltaf. Nei, það var það var þannig að í sambandi við eins og bara byggingarinn sem ég var með að byggingafulltrú og þeir hérna á Akureyri í Ráðhúsinu, það var náttúrulega bara hægt að labba upp og upp til þeirra þar sem voru á næstefstu hæðinni og fara bara inn og spjalla við og þetta ekki að láta panta tími eða láta vita á undan sér, en ég kom þennan daginn og ætlaði bara hitta þá og hérna bara heilsa upp á þá. Heyrðu, það er náttúrulega fyrst og fremst þetta að láta vita niðri að þú komir og hvert og pantaðan tíma og hvernig þú viljið tala við og hvert erindið sé. Já. Þannig að sá sem að tekur við skilabóðunum frá símabóksinu að hann veit nákvæmlega hver er að koma og hvað hann vil og hvað hann ætlar að tala um. Já. Og þetta er til þess að verja þá fyrir utanaðkomandi ónæði. Ónæði, já. Já, og þá náttúrulega hvernig eru samskiptin orðin þegar að búið að stilla þessu svona upp, menn eru búin að hlaða múr í kringum sig. Þannig að það er ekki hægt að koma að þeim og spjalla við þá bara það sem að liggur á hjarta og þarf ekki sérstakar tímaböndun til. Og þetta er mjög áhugavert vegna þess að ég var með Pétur Mokk hérna í sálfræðing og við vorum að ræða þetta, að þetta er næstu verið sama með heimsóknir vegna þess að sko mín kynslóð, þó við gerum það, ég og Ástrós svolítið, að við bara tökum stundu til og bara förum á dinglum hjá einhverju fólki sem við þekkjum og bara gerum ekkert endilega boð á undan okkur, en hins vegar það er miklu frekar undantekning vegna þess að við viljum gera boð á undan okkur og jafnvel sko gera grein fyrir erindinu og sömulegis einhvern veginn þá er maður ekki viðbúin því að fá fólk bara óvænt inn á heimili, þó að þegar það gerist að þá er það oft mjög skemmtilegt, en þetta er náttúrulega bara svo ég man bara Eyravegi 20 og núna bara í Norðurbyggð 18 að hérna fólk bara dettur inn í kaffi. Já, það er bara, og það virðist það bara mjög skemmtilegt og það þurfi ekki að vera sérstök athöfn eða neitt og það er bara sest við eldhúsborðið og spjallað og málin rædd en það er ekkit formleg heimsókn eða neitt, svo heldur bara að kíkja við. Já. Það finnst mér hafa minkað svona að heyra í kringum sig að menn fari ekki í heimsókn í hús á kvöldin og taki spil eða neitt svoleiðis heldur. Þetta er allt þarf að vera fyrirfram ákveðið. Í dagbókinni? Í dagbókinni, já. Já, og veist manni, hvað sem, það er einhvern veginn svo margt, svona, ég held að það er alveg ofbúslega margt í dag sem að ég held að sé, það er, ég held að, svona frá svona ef maður horfir á stóru myndina þá er
líklegast allt svona flesti mælikvarðar þannig að sko lífsgæði okkar séu betri í dag en aftur á móti þá held ég að okkur sé að fara aftur í akkurat svona samskiptum og samfélagi við fólk vegna þess að við erum svo bæði við erum bara svo upptekinn og síðan erum við með þessa skipulagsfíkn það er ekki það geti ekki verið aðeins svona óformlegri einmitt að bæði það að sækjast í samvistir við annað fólk og kíkja í kaffi og svona það þarf alltaf einhvern veginn að fara í þetta eins og hérna þetta þarf alltaf að fara í gegnum einhvern svona stafrænan filter áður en að raunverulegu hittingurinn gerist. Já, það má alveg segja að stafræna kerfi kemur á undan sko, að ef ég hef tíma sko, fyrir þau er ekki búin að skipuleggja þá get ég tekið á mót þeir í kaffi en ég þarf að búa til glugga til að þú komist að sko. Já, og ég held líka því að sko það er eins og ég vona og að gervigreindin að við lærum að lifa með þessari tækni og nýta þessa tækni til þess að fækka klukkutímunum sem við erum fyrir fram að skjá og auka beina þáttöku í lífinu þá er líka eitt og ég hef ágjörði hjá sjálfu mér að það er náttúrulega sko einhvern veginn glímaði það að vera með hann heila sem þarf núna einhvern veginn að venjast í að tala við tölvu sem að svara manni eins og aðra manneskju var að ræða en er sannarlega ekki önnur manneskja að sko ég var nú að hugsa að það þyrfti kannski að fara að hafa áfanga bara á öllum skólastigum sem væri ekki annað heldur en einbytting þegar mér finnst var svo einhvern veginn orðið svo það er svo normal að maður sé með ofboðslega mikla svona stimulation eða svona mikla örvun frá umhverju sínu og maður þarf meðvitað að finna sér tíma til að leiðast. Já, það er bara gott að láta sér leiðast því að þá fer maður að hugsa eitthvað sem að kannski maður hefur ekki leitt hugan að lengi að þá kemur þarna stund sem að ekkert utan að komandi er að trufla og þá svona farir mann kannski að hugsa sjálfan sig og hvar þeir standa og heyrðu, hvernig, það er eins og stundum áramótin þá hef ég farið yfir árið og ég hefði nú alltaf að gera þetta og hitt og fara þetta og hitt og þarna einhvern tíminn hann hljóp frá manni og maður gerði ekki nefn að brota þessu sem maður var búin að leggja upp með og maður þyrft og það var ekki náttúrulega tölvun að kenna það neinu, það var bara það var eitthvað lífið bara maður greip ekki tækifæri þegar að kom. Nei, en ég held nú að það vera alveg gripið góð tækifæri að þó að maður geti ekki gripið að ég vona það allavega en sko þegar ég horfi svo bara á þig svona sem hérna sem í svona þessu bara sem sko manneskju og hérna pappa minn og ég er alltaf ekki hægt að taka það ekkert þetta fjarlæga það eða eitthvað svona þá og svo les maður einhverja bækur og horfir á einhver hlaðvörp og eitthvað þegar einhverjir fræðingar og menn að segja sko maður þarf að lifa hæglátara lífi, maður þarf að lifa sér að leiðast og maður þarf að taka tíma í verkefnin og vera ekki sífellt í sítengdur við internetið og þetta og svo horfi ég einhvern veginn á þú veist svona það líf sem að þú hefur búið til og ert að lifa og taka þátt í með dætrum mínum og okkur og ert alltaf bara alltaf búin að koma og hjálpa á aðstoð og svona að það finnst mér bara sko að þú veist bara einhvern veginn eins og ég horfi á það svona gangandi og lifandi dæmi það sem að margir fræðimenn að segja bara já svona er gott líf sko, það er bara svona pínu hæglótt
Ertu sammála? Já, ég alveg sammála því. Það er stundum segi ég núna þegar að menn að flýta sér í kringum með liggur ekkert á, svo nú ég komin á eftirlaun. Já. en ég hef mikið að gera samt, sko. Já. Því að ef ég ekki að gera eitthvað eða eitthvað, þá býð mér að til. Og ekki horfur mikið á sjónvarpið? Nei, ég horfir samt á, sko, þannig verið að gagnrýna mig fyrir að ég horfi oft á fréttirnar og svona íslenska þætti Kastljós og það í beinu streymi. Já, í línulegri dagskrá og Landan, já. Landan. Já. En annað er mér saman hvenar ég horfi á, sko. Þetta er svona hluti sem er gaman að, þetta er svona fasti punktar. Fasti punktar, já. En hvernig horfir, svona, ef þú horfir á hvað segja, þessa, þú veist, bara, hvað segja, þetta, ef maður horfir bara á skólan og eins og til dæmis, ég held að sé alveg frábært, ég held að sé alveg rosalega margt sem sé frábært til dæmis við fjarnámskennslu og annað, en aftur á móti, sko, þetta sem myndist á áðan, að því ég einhvern veginn held að svona mentorship eða fylgjast með meistara, vinna og læra af því að horfa á einhvern framkvæma það sem þetta gera, þetta náttúrulega er í starfsnámi eins og í hjúkrunarfræði og lögreglunni og svo náttúrulega eins og var í slökkviliðinu og víðar, en náttúrulega í mörgum svona kannski greinum þá ferði ekki að læra á starfið eða þann vettvang sem þið langar að vinna á fyrr en að þú ert komin inn í starfið. Það er náttúrulega til þess að öðlast, eins og þú kallar það svona vöða minni, þá þarf maður eiginlega að fylgjast starfinu áfram, ekki bara bóklega og vera í fjarnámi og sitja við tölvu og læra, heldur að taka þátt í því sem maður er að gera og með eins og bara verknám í sko hjúkrunarfræði og sjúkraliðar og allt mögulegt, þeir setja að byrja á því að vinna inn á stöðunum til þess að fá tilfinningu fyrir og fara síðan að læra, því að þá hafa þeir bakgrunn sem að kemur ekki á óvart heldur. Þær hafa séð og þeir sem að, og það mætti fá miklu meira strákum til þess að koma í svona umönnuna stéttir, því að þetta er erfitt starf og getur verið mjög erfitt líkamlega að sinna okkur þegar við erum orðin svona gömul og þá vantar okkur kallmenn sem eru tilbúinir til þess að gera þetta, og eins er sko nálgun hjá kallmennum er öðruvísi heldur en hjá konum. Já. Það er öðruvísi viðmót og öllum kynjum. Já, það þarf náttúrulega að vera öll flóra mannlífsins og það er náttúrulega líka kannski eins og ég hef stundum sagt við þig, sko, þegar við erum saman einhvers staðar og við erum kannski að spjalla okkar á milli í heitapottunum eða eitthvað, og stundum þarf ég að að þú ert náttúrulega fæddur bara í sko bjartsýni eftir síðari heimsstyrjöld og náttúrulega bara elstu upp í samfélagi sem það er svo allt öðruvísi heldur en í dag, vegna þess að hér var til dæmis ekkert mikið af útlendingum sem var bjuggu hér þeir voru með fasta búsetu. Nei. Þannig að kannski orðfæri og svona annað hefur breyst, þannig að það er ekki ég þarf bara að segja þetta, sko, að því að bara að þetta er svona, menningamunur kynslóðana, en það er náttúrulega síðan náttúrulega
að já bara ég veit ekki hvernig ég var að loka þessum hring en þetta átti ekki að vera fyrirvara á eitthvað sem þú getur sagt þetta er kannski bara svona til að minnast á þessan hennan kynslóðamun og ég er alveg sammálaður að og á mínum að ég ætti bara flest allir að gangast í gegnum það í sínum ungdóm eða á sínum mótunar árum að vinna í þjónustu við annað fólk hvort sem það er þá inn á leikskóla eða hvort sem það er á heilbrigðisstofnunum eða eitthvað vegna þess að eitt af því sem ég komst að til dæmis í mínu starfi sem sjúkraflutningamaður var að glamúrin og hetju lostinn fyrir hetjudáðum hann hverfur mjög fljótt bara fyrir því sem að starfist nýst að stærstu hluta sem er ummönnun það er að vera að flytja fólk sem er veikt eða slasað eða flytja fólk á milli stofnana eða á milli hjúkrunarheimila eða eitthvað slíkt þetta er ummönnunarstarf og maður lærir alveg óbúslega mikið af því að bara umgangast aðrar manneskjur. Já, það er náttúrulega stór partur af lífinu að það er að læra að umgangast nágrannana og aðrar manneskjur og taka þeim eins og þau eru á þeirra forsendum og en til dæmis að þau að minnast á þetta að útlendingar voru ekki mikið fyrsti útlendingurinn sem að ég man eftir sem er mér greipti í hugan það er Knudsen dýralæknir sem kannast náttúrulega við sínas að hann kom hérna frá Noregi ungur maður svona fyrir 1960 og hérna var náttúrulega dýralæknir til sveita og hann var á Volkswagen og okkur fannst nú útlendur dýralæknir sem keyrðum á Volkswagen og veturinn væri svona langur hjá okkur að maður hristi höfuðið yfir hann kæmist nú ekki eins og út úr bænum. Nei. En hann var á Volkswagenum í nokkur ár og gekk bara mjög vel. Hefur spjarað sig. Já, og hann var alveg einstakur góð dýralæknir og mikill mannvinur og mjög skemmtilegt að tala við hann. Að vísu lærði hann aldrei almennilega íslenska, það er nú okkur að kenna. Já, það er getur verið snúið að læra þetta blessa tungumál. En hvað, að því nú er og það er oft, ég segi stundum að við erum að horfa á þessa gervigreindatækni og ég segi stundum, ég segi ekki stundum, ég er búin að merkja þetta sem svo kallar wicked problem, eða þetta er svona fjölþætt óskilgreinanlegt vandamál eða verkefni eða áskorun sem við stöndum frammi fyrir þegar tækni sem hefur svona óbúslega fjölbreytt áhrif einhvern veginn bara svona á greinar og störf og daglegt líf sem að við höfum ekki tekist á við áður. Þetta er stundum talað að þetta sé svipa á rafmagnið, að þetta sé þessi módel sem að gervigreindin er knúin af séu svona eins og bara virkjanir liggur við að svo er bara spurningin hvað verður fundið upp og tengt við þetta og fólk byggir oft skoðanir sínar á þeirra hugmyndum tæknina, ekki kannski raunverulegum eiginleikum hennar. Hvaða hugmyndir hefur þú gervigreind? Ég hef nú ekki gert mér í hugalund nema eins og þetta sé eins og Alfreðorðabók sem hefur aðgang að og sem flettir upp á ógnarhraða því sem þú spyrð og menn höfði lexíkon í gamla daga sem var gefin út árlega. Lexíkon, já. Lexíkon, já. Og það var náttúrulega alfræði bækur en þetta er bara hraðin í dag er alveg ótrúlegur og geta komist og fræðst hvað sem er bara ef mann dettur í huga að spyrja. Já. Það er spurningun að búa til spurningu og þá fær maður svar
Já, og svo það maður komast að hvort að svari sér rétt, af því að ég náttúrulega man eftir því þegar mér fannst heiminn höndum tekið þegar við eignuðumst alfræða orðabækurnar frá Örn og Örlygi. Það kom að flett upp í alls konar. En kosturinn kannski við þessa alfræða orðabækur með þessa gervigreit sem við vinnaði í dag að maður gæti bara flett upp á að einhverjum viðburði eða bara fullveldisteginum eða eitthvað í F og þá las maður sama textan og svo fletti maður aftur og þá var það bara ennþá sami textin. Ólíklegt að það myndi breytast á milli en gervigreindin geti nú bæði það hún þó að þessi að verða mun sjaldgæfara þá hún ennþá að búa til svona falskar upplýsingar sem að gera hana svolítið svona snúna í notkun stundum en síðan það hef ég einhvern tíðan sýnt hef ég einhvern tíðan tala við hana með rödd rætt við hana. Nei, ég á eftir að gera það og mér langar hana til þess að gera það og ég hef tök á því að fá kennslukonu sem nú bara 11 ára og hún kann allt og hún fann stundum lánuð hjá mér tækin til þess að ég ætla að laga aðeins hérna hjá þér afi. Já, ég held að Alexandra getur frábær og henn er alveg, hún fer í gegnum þetta allt saman á þess að þurfa og hikar ekki eins og við. Nei. Hún er svo fljót að sjá út hvað þetta er. Og ég var svo flott daginn, ég var svo stoltur af henni þó að maður sífelldri glímu við símann og reyna að koma í veg fyrir að hún, eins og ég segi við það, þessi eyðileggja sér heilan með þessu þannig að ég vona að það komist inn en Alexandra ég var að kenna henni að nota gervigreind og sýna henni hvernig hún getur lært og nota þetta til að leyfa forvitnin að njóta sín og það var svo flott að því að Roberto sem var gestur hjá okkur daginn sem var gestur í þar síðasta hlaðvarpi að þegar hún skrifaði til oss bréf á ítölsku. Já, það fannst mér og bara að detta það í hug og nota tæknina til þess að ganga frá því alveg í gegn. Já, hún sem sagt skrifar hún bréf á ítölsku og handskrifar bréf á ítölsku með því að skrifar brefið á íslensku og fær svo hjálp frá þeim gervigreindatólu sem ég leyfi henni að prófa sig áfram með og færir yfir ítölsku og skrifar þetta niður og svo gerðu svipa fyrir Ajit, sendi honum, skrifaði bref til hans og þarna finnst mér hún einmitt þarna hún auðvitað hefði hún geta gert þetta fyrir 30 árum bara með því að vera með orðabók en Já, það hefði tekið dágóðan tíma að Já, því ég held að eins og maður að reyna að kenna henni að bæði það skammtinn mjög nauma tíma að fara inn og prófa sig áfram með það eitthvað ákveð verkefni að tækifærin sem að þær eftir að hafa í að bara læra og það sem að kannski ástæðan fyrir því að mér finnst þessi gervigreind svona kannski skemmtilega og áhugaverð og annað vegna þess að hún eins og ég elskaði alfræða orðabækur því svala forvitninni nú get ég svala forvitni minni bara þangað til ég með sullar og það er kannski líka áskorun að þegar maður er komin með bara beintengingu við eitthvað sem maður getur sífellt svala forvitninni manns að það er svo einfalt að leita sér eftir því það er líka að vegna þess að einhvern veginn finnst manni að flest sem maður gerir sem maður fær svona velíðuna tilfinningu og eitthvað, það er eitthvað svona sem maður er búin að þurfa að brasa aðeins við. Já, það er svona svo tilfinning þegar maður er búin að leysa eitthvað erfið vandamála að feginleikin þegar það er komið í höfn og horfa á það að þetta gat ég nú gert. Já. Það er eins og strákur Páll Sigursson sem vann hjá mér og þá var ég bara rétt 20, hann var að verða stúdent
og var góður í starffræði og svoleiðis og mjög skemmtilegur strákur. Og síðan fór hann í Kaupmannahafnarháskóla og lærði starffræði, það var í starffræði og er doktor í starffræði og síðan fyrir nokkrum árum þá dúkkaði hann upp í heimsókn á Akureyri á æskuslóðan til að sýna barnabörnunum og börnunum og hvað gat ég sýnt þeim? Jú, ég hefði sko unnið sem strákur við múrverk og þá gat hann farið á milli húsana sem hann vann í og sýnt börnunum hvað hann hefði unnið. Og þau voru bara alveg steinhissa, þau hefði aldrei vitað til þess að hann gerði neitt nema að skrifa eitthvað í bækur. Nei, þetta var, og hann sagði mér, ég hitt hann í Sundlaug og hann sagði mér að sko það lyfti engin brúnum þó hann sé að benda á einhverja starffræðiformúlu sem hann hafi sannað eða eitthvað svoleiðis, en að sýna sko byggingu sem að hér var nú við að reisa þessa byggingu hérna sko. Það var, þetta var forvitnilegt. Það er verðmætt í báðu en það er annars eðlis og þess vegna einmitt held ég og líka sko bara vegna þess að sko nú er orðið þannig að sko heilsu okkar og það er náttúrulega kannski það sem að nútíminn hefur fram að færa og nútíma læknavísindin er að sem betur fer bara getur verið heilbrigð mjög lengi og þar leiðandi náttúrulega átt langa starfsæfi eins og ég fór nú með í starfslokaferð 76 ára. Þá hættur að vinna alla daga 76 ára. Og mér finnst alltaf svo skemmtileg minnist alltaf að því ég er svona skiptum feril ferstugt og það er náttúrulega alveg hellingsvinna sem að það tekur en ég held að og það var grein eftir hann Ásgeir seðlabankastjóra sem hann skrifaði hann áður en hann var seðlabankastjóri það við ættum að hætta að hugsa eina starfsæfi og ég held sko þú ert svona einhvern veginn undanþáan frá þeirri reglu vegna þess að þú náttúrulega varst lengst af eigin herra þú varst bara með sjálfstæðan rekstur og mamma sá bókhaldið. Ég var það heppinn að hafa hana til að sjá bókhaldið því að annars hefði allur minn tími farið fyrst í vinnuna allan daginn og síðan í bókhaldið á kvöldin en til allra hamingju hefði ég hana til að sjá bókhaldið og redda þessu og hinn og svoleiðis og mig vantar þetta og þá hafði ég miklu meiri tíma lausan til þess að fara í sund eða gera eitthvað annað. Fara á skíði? Á skíði og bara njóta þess í staðinn fyrir að sitja við tölvuskjá og... eða reiknivél. Eða reiknivél, já. Að glíma við prentaran. Já. Þetta er þetta er náttúrulega svolítið merkilegt þegar maður hugsaður út í vegna þess að ég hugsaði sko ég er ungur og ég horfi bara með sem ungan mann en ég er samt að einhverju liti sko ég hætti ekki í slökkuliðinu eða því vegna þess að eitthvað kom upp á eða eitthvað svolítið heldur en ég bara upplýði sko að minni þjónustu ég hefði bara lokið þeim áfanga í mínu lífi ég bara dýrmættu tími og svona en að svona hafa svona pínu kúvending og auðvitað náttúrulega tekur maður helling með sér úr og ég segi það bara alveg helling með mér úr fyrra starfi sem að nýtist mér en það er þetta eins og því að horfa og maður er svo það sem stærstu áhyggjur mínar eru og svona stærstu óvissa einhvern veginn hvaða gerð að framtíð dætu mínar allast upp í vegna þess að það er ómögulegt að spá fyrir það en ég veit bara að það verður allt öðruvísi heldur en svo raunverulega ekki sem ég elst upp í vegna þess að náttúrulega þær hugmyndir sem að ég ólst upp var það þeir voru klárastir
einhvern veginn fóru þá að vinna í forritun og tölvur og auðvitað alltaf gerir fólk það endan dag í dag, en þessi störf að breytast alveg óbúslega hratt, þannig að maður svona ofta að reyna að leita að bara svona kjarnagildunum, vegna þess að ef þú hugsar bara til akkurat þess að það var svo flott þannig að segja þegar ég spurði það er svo amisfólki, það verður að vera að steipa á einhverjum bæða, bara söfnuðust fólki saman og hjálpaði það. Já, það var bara svona samfélagslegt hjálp. Já. Og mikið ábúrslega myndi ég, og ég meina auðvitað eru svona dæmi með þetta í dag að maður fyrir að hjálpa einhverjum að flytja eða hjálpa eitthvað og vona þetta haldi áfram og jafnvel aukist, en í gegnum þinn feril og svona í gegnum þitt þína æfi hinga til, að einhvers staðar hljóta að vera einhver svona kjarnagildi sem að að vegna þess að ég er vissum að ansi margt eins og í tækniframförum eða í breytingum aðferðum eða einhverju hefur mætt svona mótstöðu þeirra sem voru á undan og líklegast voru kallarnir sem að þú byrjar að vinna með sem pjakkur, þeim hefur kannski þótt haft miklar áhyggjur af ungu kynslóðinni, þetta væri nú líklegast ekki heiminum væri nú alla við bjargandi ef að þetta væri þeir sem þetta taka við. Já. Er það ekki saga sem bara jafn gömul manninum? Jú, en svona, ef þú hugsa bara svona einhver svona kjarnagildi eða eitthvað sem hefur haldist hjá þér eða í samfélaginu, eða bara hvað visku svona þú hefur dregið út úr sem hefur fyllt eins og bara frá Afa Stefáni eða. Já, það er náttúrulega fyrst og fremst það af því að ég vann sjálfstætt, þá þurfti ég að standa við ákvarðanir mínar sjálfur og standa með þeim eða falla, þannig að ég maður lofaði stundum dálítið miklu en maður reyndi þó, maður bætti þó við laugardeginum til þess að koma því í höfn sem átt að gera, en það sem að margir hafa brent sig á og sumir af félögum mínum að þeir voru alltaf með langan hala verkefnum sem beið og þeir fóru mjög illa á því að þeir voru, það var óþarfa stress sem myndaðist hjá þeim og þeir voru alltaf of seinir og náðu aldrei að líta upp og nú þetta búið, nú rólegheit fram þetta. Það stundum var það hjá mér í vinnunni að það var lítið framöndan að ég var að klára eitthvað verk og var ekki búin að lofa neinu í framhald af því en það líð aldrei nema 1 eða 2 dagar og þá var komið nýtt verk inn sem að tók við. Og þetta var maður kannski hræddastur stundum þegar maður nú ég klárað þetta og flytja dótið mitt allt saman heim og svona og hvað ættum við að gera eftir helgina og svo kom bara helgin og það var hringt í mann og það kom nýtt verk og þessi tími sem maður var búin að kvíða fyrir að yrði atvinnulaust í 2 daga, hann kom aldrei. Nei, og það er nú bara eins og við öll systkinin, allavega ég og Agnes, það er alltaf, við spörum alltaf í janúar og febrúar og akkur spörum við í janúar og febrúar, það var minnst að gera í múrverkinu í janúar og febrúar, en ég man nú aldrei til þess að það hafi ekki verið til peningur, þetta einhvern veginn kannski líka bara frá fyrri kynslóðum að var til minna yfir háveturinn. Já. En það sem kjarnin einhvern veginn sem ég tók út úr þessu var bara, og það sem ég tengi líka mjög vel við hjá þér og það er svo oft sem ég hugsa bara, hvernig myndir pabbi gera þetta? Þannig að það er með þetta að klára verkefnin og bera ábyrgð á því sem að þú segist alveg að gera og þetta er svona eins og maður ringir bara, getur hjálpað mér og eitthvað vesen og það bara komin eftir korter bara. Þá var maður alveg öruggur, maður aldrei að efast það að ef maður færði í
hjálp eða aðstoð eða eitthvað að þú standir ekki við það sem þú segir. Það er kannski meira að sko þú maður þarf að sko bara vanda sig að leggja þér ekki sko of mikið að því þá að því ég veit að þú myndir bara halda áfram sko. Já. Það er þessi ábyrgð og þú varst sjálfstíns herra og alltaf það sem þarf til þess að bera ábyrgð á sjálfur sér fyrst og fremst og standa ábyrgur gegn því sem það lofar og gagvart í bara og því sem að ske í þjóðfélaginu og annað og kemur inn á borð hjá manni að horfa alltaf á það og taka ákvörðun hvað ætla ég að gera. Já. Það er ekki neinn ákvarðan að fælni þarna. Ekki að láta reka á reiðanum heldur að taka ákvörðun og standa svo við hana. Já, vera á hreyfingu. Já. Og ég veist að því núna er alltaf ég held að svona íslenskt samfélag og svona lítil og meðalstór fyrirtæki og einyrkjar og svona að maður vonar að það haldist áfram vegna þess eitt af því sem að maður sér svolítið er að eins og ef þú ert komin eins og þú náttúrulega vinnur að þú stýrir bara svolítið sjálfur hvað þú vilt þéna vegna þess að bara ef þú vilt leggja meira á þig og vinna meira þá kannstu búið til meiri pening. Já. Og það var svolítið svona skýr lína á milli þess hversu mikið þú lagðir á þig og hversu miklar tekjur þú bjóst til. Já. Þannig að þú gast kannski búið til hvata til þess að standa þig vel og vinna vel og vera ábyrgð því sem þú ert að gera. Er það ekki? Jú, það var það og og það sem að ég reyndi að gera það var að en sumarið var uppskeri tíminn hjá manni sko. Já. Og þá fóru sumarfríin stundum forgörðum því að það var komið það mikið í bókina. Ég hef nú verið sonurinn í 40 ár og það nú ég man aldrei eftir að þú hafði tekið sumarfrí sem eitthvað var nema bara ef við fórum eitthvað í einhver stutt ferðalög eða eitthvað slíkt. Já, það var bara Þetta er uppsafnað. Ég á mikið sumarfrí inni. Þú ert í raun og veru ekki ennþá komin á eftirlaun vegna þess að þú ert ennþá að taka út óúttekið sumarfrí. En þetta er nefnilega sko, og mér finnst þetta frábært starf sem ég er í háskólanum og hef ekki við neinu að kvarta. Og ég held að sko, að því mér finnst ég hafa tækifæri inn til að vinna að verkefni sem eru mikilvæg og það kemur svolítið kannski hvatningin mín, en aftur á móti þú veist þá er bara, og ég ætla ekki að kvarta yfir laununum mínum alls ekki, en neitt þannig, ég er að reyna að meina það að ég er með bara föst laun og það er náttúrulega bara mjög margir sem er í svona þekkingarstörfum og bara mjög víða þá bara ert þú ráðinn inn á mánaðarlaun og svo ertu með einhver verkefnalýsingu eða starfslýsingu eða eitthvað annað slíkt sem þeir vinna, en þú getur í raun og veru hvað ég segja, það er ef þú stendur þig sérstaklega vel eða leggur mikið á þig eða eitthvað, þá þú var ekki fjárhagslegan umbun fyrir það, eða þá ef að þú sluksar eða ert ekki að standa þig að þá þú finnur ekki fyrir því mánaðamóti. Nei. Og ég er svona oft verið að velta fyrir mér sko með okkur mannkyninu og hvernig við erum stundum eins og hundar að elta skottið á okkur sko, við þurfum að hafa einhverja gulrætur til að elta, að ég er að spói sko, þetta er sérstakt kerfi, svona föst mánaðarlaun nema verkefnin séu þeim mun afmarkaðari sem þú vinnur. Já. Ég held að sé nú svolítið sko í okkur bara frá neandertalsmanninum sko, við varum náttúrulega það þurfti að afla fæðu sko. Já. Og það er nú ennþá en nú hefur ég allt of oft heilt þá
heyrt það sagt af ungu fólki og ekki ungu fólki heldur öllum að þú þurfir að taka út veikinadagana. Það sé orðið hugsunum að það sé hluti af vinnunni, það séu veikinadagarnir. Já. Og þess vegna eru Reykjavíkurborg og Akureyri að kvarta undan að menn tæki út veikinadagana sína mánaðarlega. Já, það er ekki góð hugsun, sko. Ég held að það sé 10%, eða ekki svo mikið, en einhvern tímann heyrði þessari tölu kasta fram að það væri 10% starfsmenn á Reykjavíkurborg sem væru veikir eða á hverjum degi væri það var ekki það mikið, 7% eða eitthvað, ég maður ekki. Þetta er ekki ritrýndu þáttur, ég ætla ekki að googla þetta. Þið getið googlað þetta ef þið eru að hlusta á þetta. En jú, ég held að það sé viðvarandi vandamál og með veikindafjarveru, en á sama tíma þá held ég ég held að það sé ekkit endilega bara við manneskjurnar að sakast, vegna þess að ég held líka bara að þróun á vinnustöðum sérstaklega frá því að tölvunar koma inn, að í fyrsta lega þá tölvunar, ég sagt 30 ára gömul svona almenn notkun inn á fyrirtækjum og stofnunum, þessi 30 ára síðan tölvur urðu almennar. Já. Og ég held að við kunnum bara ekkert ennþá að umgangast þær, Já, það getur verið, Ég vona eftir, að þegar Alexander Maltur verið á 30 bara, sátuði í tölvunni í 8 klukkutíma á ára. Eru þið galin? Já, það örugglega á þetta að breytast mikið og þær hafa aðra sýn á framtíðina og svoleiðis heldur en við. Ég vona það, og ég vona líka bara að þær fái tækifæri til þess að einhvern veginn gera sér það líf sem að þeim langar og eins og maður horfir á þig og þig, að þið náttúrulega fæðist í bjartsýni vesturveldana eftir síðari heimsstyrjöld og elst upp og þetta tengist rannsóknunum minni í tengslu meistarverkjunum, að þú elst upp á bara mestu gullöld mannkyns í raun og veru. Já. Það hefur aldrei verið svona makró hagfræðilegum skala meiri framþróun mannskepnunar, mælanlegt bara í lengingu, bara í auknum lífslíkum, fækkun sjúkdóma, það koma hana bólusetningar, það myndast millistéttin myndast, það hefur aldrei verið jafn, við höfum aðganga að matvælum og menningu frá öllum heimshornum og þetta hefur einhvern veginn gerst allt á einni eða ekki einu svona hilli mannsæfi frá því að við sprengjum kjarnorkusprengju yfir það að við erum komið með gervigreind í síman okkar. Já, þróunin hefur, það alltaf eins og hjólið snúist alltaf hraðar og hraðar. Já. Og við þurfum við eldum það náttúrulega því að tæknin, hún er kannski alltaf aðeins og undan okkur. Já. Og hann alltaf má segja eins og með okkur send gervigreindin. Já. Og við tökum þátt í því að fullum krafti og það voru náttúrulega stjórnmálamenn sem ákváðu að taka þátt í að setja íslensku inn í gervigreindina. Já, sem að ég held að sé. Og það var mjög góð ákvörðun á sínum tíma. Já, ég held að það sé, og ég talaði við hana, það var síðasta þætti, hlaðarpinu talaði við hana Lilju Dögg sem er framkvæmdastjóri hjá Almannaróm og alveg ofboðslega flott og mikilvæg verkefni vegna þess að ég held líka, og ég horfði svolítið á þetta með dætur mínar, að við erum íslenskan er náttúrulega ekki bara okkar tunga og eitthvað svona sem er okkar einkenni, heldur hún skýlir okkur líka vegna þess að
langstærsti hluti upplýsinga óreiðunar og þessar yfirgengilega sorpi sem að internetið er mjög stöðunum hluta orðið er alltaf ensku og enska þú veist, þó að við séum flest öll reyprennandi á ensku þá það samt ekki móðumálið okkar þannig að við þurfum einhvern veginn að stilla okkur á aðra tíðni til að taka þátt í þessari vitleysu og getum svo farið aftur í íslenskuna. Já. Það er bara það er viss vörn í því að vera með svona mál sem er fái kunna. Já. Þessi 500.000 manna kannski kann íslensku. Já, hugsa sér. Og vonandi náum við að þróa hana og þroska áfram og það sko, að öllum líkindum þá mun þetta samtal til dæmis. Þetta er bara svolítið hvað ég segja, út frá þessu samtali vegna þess að ég vinn það í gegnum gervigreind. Ég er reynda með svona lokaða þjónustu en að því að þetta fer bara út á alnetið þá verður þetta nýtt til að þjálfa gervigreind. Já, það var nú gaman ef að haft eftir mann eitthvað á gervigreindinu sem maður hefur látt orðfalla. Já, og það er náttúrulega líka sko að því við erum hérna í mynd og með hljóð þá er þetta sko klónarattirnar á okkur. Já, og notaðir áfram. Notaðir áfram, þannig að við gætum í raun og veru verið með sko hérni frá. Já. Þá gætum við verið með vikulega þætti. Já. Eins og við erum núna. Já. Að eilífu. Já. Þú setið hérna og rausað mjólkubúskap á áslagsstöðum. Já. En nei, við getum bara svona án gríns. Þetta er ekki tækni sem að kemur. Nei. Heldur þetta tækni sem er komin. Já. Kannski fáum starra til að útbúa þetta og við getum sko, að því við fórum hann til Bretlands að horfa á West Ham spila við Crystal Palace. Já, sko það var mikil upplifun að fara þess að ferð til Bretlands með ykkur alveg sér til flotta skrá og koma á Ólympíuleikvanginn og horfa á West Ham vinna leik og 60.000 áhorfendur. Já. Það er mikil upplifun líka verið slíkrum mannfjölda. Líklegast fyrsti leikurinn sem við horfum báðir á í fullri lengd í ensku knattspyrnunni. Sennilega er það rétt, live, já. Það var mjög skemmtilegt og bara umhverfið og umbúnaðurinn í kringum allt í sambandi við leikinn, hvað hann var mjög flott umgjörð. Það var vel að þessu staði. Já. Ég fór á káaleik í síðustu viku og mér fannst það svo gaman að því það var full káahöllin og ætla að reyna að fara aftur fljótlega á leik og fara á fótboltaleiki og svona þess að það er eitthvað svona stemming sko, þetta er eins og að vera í kórnum og vera í kringum fólk. Já. Svo alltaf mistum við að fluginu leiðinni heim, við hefum kannski betur átt að vera með einhverja gervigreind að hjálpa okkur að vita hvað flugvelli áttum að fara á. Það er nú verið sko þetta var náttúrulega hluti bara af prógraminu að gera eina vitleysu, það er alveg leyfilegt. Það er alveg, já, ég hefði nú líklegast ekki vilja vera í þessum aðstæðum með neinur nema þér sko. Og maður þá veit rólegan með sér. Já, en eins og ég segi það sem að aldrei hefur getur komið fyrir aftur, en ég var að koma frá Ameríku og mætti á flugvéllinni í Boston og þú ættir að koma í gær, var mér sagt. Já. Og sá sem var með mér var nú læknir sem var í sérnámi í Boston einhvers staðar. Eldri dóttiðinn? Nei, þetta var ungur maður. Já. Hann ætlaði að fara með mér heim og hann mætti degi og snemma. Nú, þú veit ekki koma fyrir á morgun og sætt hann og heyrðu, við stóðum svona horfðum hvern annan og svo sagði stúlkan við diskinn að en þetta er allt í lagi, það er nóg pláss í vílinni. Já, það hefur verið reddað. Því var reddað upp á íslensku sko, þá var ég reddað. Já,
það er eitt sem að það er eitt sem að ég er oft að tala við eins og fyrirtækjastofnanir og svona þegar að vera að hugsa að sjálfvirknivæða eitthvað og vegna þess að sjálfvirknivæðing er frábær upp á ákveðnu marki en það verður alltaf að vera til svigrúm til að redda einhverju og auðvitað náttúrulega þarf það að vera vel skilgreint og svona en akkurat þannig einhverjum svona aðstæður en eitthvað, dammit, ég átti að með þetta í flug í gær það er við bara reddum því og hefur vantilega þetta að borga eitthvað að þessu ekkert Nei, þetta var ekki þá varst búin að borga hana með hvort þið er Já, þetta var ekkert mál en þetta er svona dæmið að maður lítur á farseðilinn og sér að maður er að koma heim sko þennan dag og þannig að leggur maður ekkert á stað fyrir en daginn sem maður á að lenda í Reykjavík sko. En þannig að maður flög yfir nóttina. Já, en sko punkturinn með Vestamleiknum og þessu ævintýri okkar var sá sko að við getum alveg eins sko starri getið sett okkur í þær aðstæður við vorum að lýsa fótboltaleik eins og við og við myndum þá vita allt fótbolta bara alltaf sko. Alltaf, já. Það er bara og það er svona sko við gerum hérna innslagi Kastljósinu daginn þegar Óðins var með kynninguna og þeir þurftu að gera hann sko, láta hann fá svona englavangi í lokin vegna þess að annars bara hefði enginn fattað eða sko ekki enginn, ég ætla ekki að segja enginn hefði bara langstæstu hluti fattað bara býtu þetta var ekki gervugreind vegna þess að það er það raunverulegt og það sem að mann finnst sko, ég hef sagt þetta við marga, ég hef ekki ég held að fólk kveiki ekki á þessu þegar ég hef minnst á þetta að þú veist að þetta stafræna eilífa líf það verður bara held ég býsna snúið sko Já, og það getur orðið það og það náttúrulega getur orðið þannig að afkomendur okkar í 3., 4., 5. lið getur flettu kíkja hérna á þá þegar voru hérna 1925 Þú þarft ekki að fara að vitja leiði ástvina þú bara opnar símaðan og talar við þá sko. Þú veist að sko og mér finnst bara enginn verið að spá í þessu og ég hef stundu verið að spá í sko bara ég hef ekki komið að sko hvort maður ætti að sko vera með maður þarf að gefa út jafnvel sko leiðbenningar bara varandi sko stafræna fótsporum hans og hvernig, nú er þetta allt líka orðið sko með maður með þumalfingurinn á til að komast inn í símann og svo andlitið á sér einhvern veginn, það er að taka steipa af andlitið á mann og klippa mann þumalinn, það er að komast inn í allt ótímans að sko uppgjör á stafrænu lífum hans er eitthvað svona sem ég hef verið að velta fyrir mér sko. Já, en hvernig á ég að losna við vini mína sem eru farnir til himna, sem eru enn á Facebook hjá mér? Þetta er bara stafrænt líf. Þetta er bara stafrænt líf. Það er að fara inn í allt, fortið, eða fletta yfir allt sem er gert síðan að koma á Facebook. Já. Og Facebook, náttúrulega Meta eru voru allan held ég komnum eða Facebook sem voru komnum með það að þú getur stilt að gervigrindin myndir svara, þú myndir setja skilaboð þá myndir gervigrindin svara fyrir þig og hún myndir bara svona svara eins og þú myndir svara út frá þinni þannig ég get skilið eftir sko aftaka á gervigrindin sem að heldur áfram að svara fyrir mig. Þú veist sko að líklegast þá bara geti komið eitthvað róbot sko til þess að hjálpa mér að mála og svona Nei, þetta er við hlægjum að þessu en þetta er eins og bara sko raunveruleiki sem hefur ekki birst okkur vegna þess að þetta er ekki við erum ekki farin að mæta þessu þetta hefur komið í svona vísindaskaldsögum og svona þetta er svona aðrar hliðar á tækninni sem að maður er ofta að velta fyrir sér af því ég hef ekki miklar áhyggjur af því að krakkar sér að nota GPT til að skrifa einhverja stíla eða ritgerðir. Sko, ég held að einfaldlega að þau munu fatta að sé
leiðilegt vegna þess að það vantar þessar fegins tilfinningu að hafa áorkað einhvern sem að við sækjum í ganga frá því en við þurfum að þjálfa það að það þarf að eins og þú kallaði nú oft þegar þú varst að reyna að þræla mér gegnum starffræðina því að ég var lítill að það verður svona hugaleikfumi. Já. Það þarf að iðka hugaleikfumi. Já. En ég var að horfa á myndband frá Úkraínu þar sem að nútíma stríðir háð. Já. Og það kom í ljós að ungar konur, þær eru flinkastar við að stjórna drónunum og þeir eru fannir að elta herflokka með drónum að það er óhugnulegt. Já. Þú kemst enginn veginn undan. Nei. Eftir að drónin er búin að setja merki á þig, já. Þá er sama hvað þú gerir, hann hittir þig samt. Já, ég voru að segja ég heyrði einhvers staðar að þeir heyrði í drónunum, þá var þetta búið. Að þá hlaupa þeir. Að hlaupa þeir. Já. Og þetta eru ódýrar drónar. Þetta eru bara pínulítil fis. Já, bara handsprengjandi. Já. Þetta Úkraínustríð er náttúrulega algjörlega mjög það er óhugsanlega óhugnalegt, sko. Já. Og einmitt að þessi tækni hvernig henni beitt þarna og þessi mannlegu harmleikir, sko. Já. Og ég segi nú oft líka, sko, til varnar þeirra sem að halda að gervigreind sé að sé að taka yfir allt og tröllri öllu, sko, að ég segi, sko, okkur hefur ekki tekist að nýta tæknina eða gengið tæknina þannig að hún sé til gagns fyrir að við förum að leysa eitthvað af stórum vandamálum með hana. Það er alveg rétt. Það er en þarna sér maður það að tæknin, hernaðatæknin og geimvísindin hafa leitt okkur mjög hratt áfram vegna kapphlaupsins. Kapphlaupið. Og við fylgjum í slóðina á eftir. Já, eða reynum að fóta okkur einhvern veginn í þessum hvirfilbyl, sko. Þessi, sko, ég kom þarna einhvern tímann, ég kom í heimsókn í desember áðurinn byrjaði hér að þá er ég nú bara með svona einhverjar, hvað segja, ég var fullur af einhvers konar framtíðar ángist. Þá var ég undirbúið mig undir þetta starf og mér finnst ég alltaf, sko, þú veist, það kemur ennþá óvart hvað hægt að gera með tækninni og hversu öflugun er orðin. Og þá sagðir ég að, sko, þú ólst upp við samfélagið sem að, sko, upplýða áhættu og hættu og ógn af kjarnorkustyrjöld í kalda stríðinu. En einhvern veginn hafi nú tekist að svona komast hjá því og þannig gera næstu kynslóð mögulegt að takast á við sín eigin vandamál og sínar áskoranir. Að það er kannski svona einhvern veginn svona köld en raunsæ sín sem ég hef á þessi verkefni sem ég er að reyna að vinna að er að ég held að sé ansi langt í það að við munum komast að til botns í því hvað ábyrg notkun gervigreindar er eða siðferðilega notkun gervigreindar er eða hvar við höfum að nota hann og hvar við höfum að nota hann ekki. En við þurfum einhvern veginn að reyna bara að komast í gegnum þennan skafl sem við erum í núna þannig að, sko, næsta kynslóð hafi tækifæri til þess að halda áfram að reyna að gera það gott, sko. Já, ég nú bara ég efast nú ekkert það, sko. Þetta náttúrulega eru alltaf, sko, hvað kallaður þetta tímarnir, sko, framundan, það væri viðsjálfverði tímar eða já, það er alltaf viðsjálfverði tímar það er alltaf verið og það er bara kemur ný og ný áskorun með hverju ári sem kemur en
það alltaf verið, við erum nú ekki minnst á loftslagsmál, sko. Nei, En þetta svolítið sem maður hefur séð sjálfur með því að horfa út gluggan og á jökulinn sem blasir við okkur hérna í Hlíðarfjallinu og hvað fjöllin eru farin að grænka hátt upp. já, Það er breyting sem bara við horfum á dagstaglega já, og jökullin farin að slitna í sundur hérna í skálinni. já. Og eitthvað af þessu á mannavöldum út af hvernig við höfum nú gengið þessa plánut okkar. Já. En svo erum við að berjast Íslendingar í að draga úr kolefnislosun og þessi 500.000 sem eru hérna sem bara það dropi í það haf sem að við sjáum aldrei. Nei, en samt þetta svo krabbinn á þegar strákurinn er í fjöru að henda kröbbum í sjóinn og það eru 1.000.000 krabbar sem hafa skólað á land og það kemur maður á hann og segir hvers vegna er það hérna sér ekki alltaf krabbana, þeir eru allir dauðir og þú veist að henda hérna einum og einum, já það skiptir máli fyrir hann þannig að þú veist þannig að ég held að við höfum bara tækifæri til þess að vera fyrirmynd í umhverfismálum og loftslagsmálum og ég held að það sé alveg ofboðslega stór tækifæri í umhverfisvænni orkuframleiðslu án þess þó að breyta landinu hreinlega í Feneyjar Já. Og ég held að þó að ég held að Kárahnjúkavirkjun hafi verið alveg bara vel rökstudd og ég ætla ekki að fara í þá gegnum það ákvarðanatökuferli sem fór í gegn þegar hún er byggð á þeim tíma að byggja þarna upp öflugan iðnað á Austurlandi sem að byggjast upp í kringum álverið að þá held ég að það land sem var sögt að 1000 ára verðmæti þess eru miklu verðmætara heldur en álið sem verður framleitt í þessari álveri Já, þannig ég var nú að mér datt nú í hug miklu nærtækari hugmynd að því við erum með virkjun hérna upp í Glerárgilinu og Glerárdal á að vera útivistarsvæði að hverju setjum við ekki smá stíplu þarna hækkum stíplun upp í Glerárdal og búin til svona fjallavatn og bætunni við þessa útvista perlu sem Glerárdalurinn er. Já. En ég fæ ekki mikinn hljómgrunn fyrir þær skoðanir. Nei, það er nú líka ég hef ekki fengið mikinn hljómgrunn þetta er náttúrulega ekki skoðun, þetta er hugmynd og þetta er eins og þú ert með hugmynd að hækka stípluna og ég er með hugmynd að við þurfum að selja vaðlagagöngin við þurfum að selja auðkýfingum vaðlagagöngin sem svona dómstags byrgi þannig að hér er alþjóðaflugvöllur svo myndir þú bara kaupa þér svo eru bara einhvers staðar geymsla fyrir hjólhýsi svo ef eitthvað gerist þá geta þessir moldríkt fólk seljum stæðið á 10 milljarða eða eitthvað og getur selt kannski einhver stæði svo er eitthvað svona áætlunum með það eru bara sett tappar í sitt góðan endan á göngunum vegna þess að þetta með heitt og kalt vatn útrunni hreint súrefni úr vatninu og ég held að við getum selt einhverjum ólíkörgum út í heimið þetta að þeir getur upplifað sér örugga vegna þess að þeir ef eitthvað gerist að þá geta þeir flogið til Íslands og búið inn í fjalli. Já, þetta er nú, mér er ekki dottið þetta, þannig er allt til alls. Það er allt til alls. Já, það er þetta framlega raforku heita vatninu og allt. Það var heitt og kalt vatn. Það var þetta byggja upp sjálfbært samfélag inn í þessum göngum. En ég held að ég veri frekar til að vera fara með heimsendarum heldur en að búa inn í fjalli. Af því það er hægt að halda, við getum með það að halda að við sitja í þessum sófum og tala þó að heimsendin sé lengur lið. Já, við erum inn í fjallinu og... Já, við getum haldið að lýsa leikjum með Vestham. Já. En þetta er gervigreind og samfélagið og gervigreind og lífið einhvern veginn bara tæknin
og lífið og ég held oft einhvern veginn að maður horfir líka svolítið tilbaka til þessar raunveruleika sem að þú elst upp í og hugsa að þetta var nú mikið var þetta nú allt einfaldara einhvern veginn og betra þarna í gamla daga. En ég held hins vegar við séum með skakka myndaði. Ég held að, já, svona fortíða þráin það sé ekki rétt mynd, heldur að það sé einhver mynd sem að við höfum gert okkur. Það er einhverju hugmyndir einfaldara samfélag. Einfaldara samfélag. Já. Að því aldrei hugsa við já, mikið verður þetta nú flókið og erfitt hjá þessum sem að verða hérna til 100 ára eða 50 ára. Þetta er bara já, sko, ef við lítið 50 ára eftir í tíman, sko, til 75. Já. 10 árum áður en þú fæðist, sko. Já. Þá er ég ennþá með bara borðsímann með skífu og hringi í hádeginu og skipulegg það sem þarf að útrétta. Já. Og nota hádegismatinn í það og svo fer ég eftir í vinnuna og held áfram og það náttúrulega sko þá sem þeir aðeins sem ég talaði við sko og ákvað með að það náttúrulega standast annars hrynur allt systemið sem að gengur á. Það var ekki þetta að ná áneinum. Það er ekki þetta að ná áneinum. Ég bara steipubíllinn kemur 4:00 sko og svo bara verður maður vona það að komi 4:00 eða rúmlega 4:00. Já. Það annars þessi fáu skipti sem maður sáði eitthvað hérna verða órólegan eða eitthvað það var steypustressið sko. Einu skiptin. Já, ég var nú að reyna samt að vera sem minnst stressaður yfir þessu en þetta er sama þetta Svo tengi ég nefnilega bara samt við það sko eftir að þegar ég var stjórnandi í slökkviliðinu og var að stýra einhverju vettvangi og við vorum að steypa, ég man nú alltaf hérna þegar hann hékk utan á sílóinu hérna steipubílstjórinn sko, við vorum kannski að stilla sig sem var ekki búið að setja enda á. Nei. Það var kannski hérna vorum kannski oft ekkert endilega mjög praktíski sko eins og í Noregi þarna þegar vorum lokaðir af hérna, vinnu eftir litinu fyrir að fjarlægja einhverja stífur úr stillaðsinnum að þeir eru fyrir okkur. En kannski þú varst alltaf að stýra þá eru nú bara verkefni sem var hættulegt og þú varst að bera ábyrgð á þannig að kannski eðlilegt að þú værir aðeins hérna smá svona á tánum. Smá á tánum sko. Já. Maður skildi ekki hvað stressi í kallinum hékk maður hérna en þegar maður fekk sílóðið í fangið hérna steifubílstjórinn og fór hérna hann fór í sandbingin sem við vorum búin að sikta það var mjúkur sandur ekki steinvali í honum ekki steinvala sikta, þess að það eru svona góður í öxlun aldrei fundið til í öxlun það er kannski að fá ástróðsastöðum með vöðabólgu að fá eitt kar af sandi og það siktaði nokkur sinni ekki opna líkasrættastöð gæti verið annars hérna ég er alveg hissa þeir eru nú hættir því á Kleppi sko annars má ekki segja þetta sko að það kom eitt sem hafi verið á Kleppi liðið eitthvað illa og hvað voru þeir látni gera á Kleppi ekki liggur bara í rúminu nei það er hérna það er sandur niður í kjallara og við förum niður á mótnana og mókum við fötur og berum upp á efstu hæð og sturtum þær í síló og förum svo aftur og sækjum í fötunar og hvert hann sagði okkur að þetta er gaman sem hann var graf alvarlegur það þarf ekki að fara og þegar þú áttarið á þessu að þetta sé alltaf sami sandurinn þá ert útskrifaður þetta hefur verið það voru hérna, ég man þegar ég og Bjarni vorum í hérna Tælandi eða Malasíu við vorum í Malasíu fórum í hérna Batu hof og það er svona hof hindúa og það er sko rosalega langa tröppur alveg bara sko 5 sinnum kirkjutröppurnar eða eitthvað brattari og eldri og styttri og allt verra við þær og neðst
neðst við tröppunar þar var stór sandhaugur og fullt af fötum og við alltaf heldum það að þetta væri eitthvað sko pílagrímaferð og Bjarni alltaf var í múrverkinu hjá þér stund og vorum eða vissum það að þetta hlýtt að vera eitthvað sko þetta voru 25 lítra fötur að bera sandinn upp þessa tröppur hlýtt að vera bara eitthvað maður fengi eitthvað ægilega blessun ef maður myndi framkvæma þessa þrekrun í 30 stigi hita og þannig að við fylltum fötunar og bárum þar upp og þetta var þræla erfitt og heldum svo að okkar biði því blessun á endanum. Nei, það biði okkar bara sko múrar með steypuröruvél og settu þetta upp sko til þess að láta ferðamennina bera sandinn. Já, þeir hafa haft hugarflug til þess að nota sko ferðaþjónustuna. Já, þetta var sko, þarna var búið að virkja ferðaþjónustuna. Þannig að sko uppbygging ferðamannastaðana sko, kannski þyrftu við bara að setja hamra og nagla og skóflur og eitthvað svona við og bara einhverja teikningu og fá bara ferðamennin til þess að vinna. Byggja upp innviðina. Og skilja líka bara einhver svona og svona viðburður í leiðinni. Ætli það megi nokkuð. Nei, þetta það er náttúrulega svona smá gerir stóra hugmynd sko að veruleika. Já, og alltaf bara, það er frábært að sjá víða hvað sjálfboðaliðar og annað er að gera og ég vona að bara eins og þú ert í sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum og ég hef nú verið sjálfboðaliði eins og víða og finnst það mjög skemmtilegt að sko, það skemmtilegasta eiginlega sem að mér finnst einhvern veginn að takast á við og gera er að þegar maður getur einhvern veginn látið gott af sér leiða og líður manni vel með það. Já, það er nú sem við þykist verið að gera hjá Rauða krossinum að skapa smá verðmæti og endurnýta það sem er vel nýtanlegt og koma því aftur í hringrásina. Já. Og svo að hjálpa þeim sem hjálpar þurfi og þurfa stuðning. Já. Því að peningar eru ekki allt sem að gera gæfuminn og oft er það bara samveran við fólk og samtalið. Samtalið, já. Ég hef sagt sko stundum að ég hef búið til þetta hlaðvarp. Það var ekki til þess að afla mér 1000 hlustana vegna þess að þá myndi ég hafa þetta hlaðvarp allt öðruvísi. Þá myndi ég vera með reyna að stilla ég myndi líklega sko nota ég nota aldrei gervigreit áður en ég tekur hlaðvarp. Ég er ekkert búin að eina sem ég gerði var að ég ég gerði fór aðeins svona yfir tímalínu í tækniþróunar í gegnum frá 1947 til dagsins í dag. En annars nota ég ekkert gervigreind til að undirbúa mig fyrir samtalið en það væri mjög auðvelt fyrir mig að sko stilla upp og ákveða efni hlaðvarpsins og spurningar sem ég geti sett fram með það marki að fá fleiri áhörfundur og líklegast sko það best ef að ég myndi sko vinna þig einhvern veginn á mitt band og við myndum fara að hneykslast á einhverju saman sko. Já, það er náttúrulega sko, þetta mörgum gaman að hlusta á það. Já, og ef við segjum ljótarsögur og því ljótari því betra. Já, og myndum býstnast yfir hlutunum. Já, en ég hef alltaf trú á því að eins og með stjórnmálarmenn sem fá það nú óþvegið alltaf og óverðskuldað að þeir eru nú samt að reyna að gera sitt besta. Ég vona það. Og þeir geta bara verið ánægðir með það en niðurrifsöflin eru mjög sterk. Já. Og eru vinsælust öflin. Já, við tengjum við það og maður þarf að vera reyna einhvern veginn að sko bólusetja þessi við því að
mann finnst oft ótrúlega auðvelt að vera sammála einhverjum sem að hneykslast. Og já, þetta er nú meiri vitleysan. Leiðindi selja. En það sem ég langar að gera með þessu hlaðvarpi fyrst og fremst að skapa rými til að eiga samtal og eiga þá samtal sem ekki fyrirfram ákveðið eða stýrt. Ég reyni að fara svona inn á tæknimálin með svona af misdjúpum hætti, en á sama tíma að reyna einhvern veginn að skrásetja áhrif tækninar á þessa tíma sem við erum að upplega núna og eins og þú ert að gefa svona pínu mynd af þessi þetta samfélag sem að þú ert stóran hluta starfsefunar í sem þá undan tölvuöldinni að við þurfum sko og málið nefnilega og hann var nú að tala með hann kórfélagi minn, hann Óskar Óskar Halldórsson. Óskar Halldórsson, akkurat. Sem var með Akureyrarveikina. Já, það var mér svo skemmtilegt að spjalla við hann þegar hann er áhuga á sagnfræði og svona það er áhyggjur fyrir sagnfræðinga framtíðar sko að við erum ekki að skrifa bréf. Nei. Við skrifum Facebook statusa og Instagram sögur og við erum með og þannig að sko ef að það hafa sko, við erum einhverja sagnfræði af þessum tímum sem við erum að lifa núna og ég er að segja við fólk að sko við eigum að skrásetja þetta núna vegna þess að við erum fyrst að kynslóðin sem tekst á við það að búa með gervigreind. Já. Og það er bara ansi stórt dæmi. Þannig að þetta er líka pínu svona bara fyrir þjálfunargögn gervigreindar framtíðar að hér er eitthvað kannski sem hefur fyrir einhvern míkró hluta að hérna er einhverjir menn að tala einhverjar atburðar sem að þeir eru að upplifa og segja frá síni upplifun og hvernig þeir eru að takast á það sko. Já, það er það. Það er nauðsynlegt að skrásetja það líka sko og að það sé aðgengilegt eins og segir. Þetta verður aðgengilegt alltaf. Þetta verður aðgengilegt alltaf. Að eilífu. sem er kannski bara svona er eitthvað sem að þið langar að deila áður en að við förum að lenda þessu? Nei, ekki náttúrulega. Þetta verður verið mjög skemmtilegt samtal og það væri hægt að tala náttúrulega nokkur klukktími viðbót svona fram og aftur en að þetta hefur alltaf verið betri í gamla daga, það er ekki, við verum að takast á við hérna daginn í dag og það sem við vitum ekki hvað verður á morgun en stundum er maður að hugsa tilbaka og hérna atburður sem er mjög minnistæður ekki fyrsta við má segja brúðkaupsferðin okkar var til London og þar lentum við í því að það var ráðist inn í Ungverjaland á sama tíma Tékkóslóvakíu og Dubček tekinn að höndum það var bylting eða rússneski herinn tók yfir og það var hérna breska fréttastofan var með við vorum við Trafalgar Square í hóteli þar og þar var sem sagt borði með fréttum sem rann alltaf yfir og War in Europe og við í London Íslendingar það var engin svona borð á Akureyri engin svona fréttaborði stóðuð ekki bara störðuð á hann? Jú, og rann alltaf nýjustu fréttir bara. Já, þegar við ekki geta slitið ykkur frá þessum borða þetta var hérna mönnum var staðsýnt að hann borða Já og þetta var 68 í ágúst 68 og þetta var ótrúlega upplifun og svo upplifið að vera í Pólandi, ekki dansk, þegar páfinn kemur í heimsókn
og í þriðja skipti sem var stoppaður náttúrulega, maður þurfti að kaupa sér aðgang Já, og ég keypti og konan sem við bjögum hjá var þarna í einhverju kirkju og hún var með miða og þeir voru dýrastir á fyrsta plássi já, og það var nú ekki nema held ég $5 sem hann kostaði. já, dýrara í Slotsi. Það er það eru það var dálítið mikið. Dálítið mikið í Slotsi. Þannig að ég keypti mér þar og fékk þannig flotta miða og þegar ég var komin á level 3 á torginu, þá var löggan með vopn búin að stoppa með 3 og í 4. skipti sem var stoppaður, þá var strákurinn sem stoppaði mig mjög kurteislega ensku ekki fara lengra. Já. Ég var myndavél Já. og útlendingur. Já. Og það var bara hættulegt. Já. Já. Og hvar fékkstu miðan? Ég sést að bara keypt miða á hjá kirkjunni, eða sko kirkjan seldi. Já. Seldi miðan, já, sagði hann bara. Og kom svo bara páfinn og keyrði fram hjá í bílnum sinni? Nei, hann kom þarna og hélt ræðu messu þarna á torginu, sko. Og mikið dýrðir. Já. Það var búið að taka mig áður en daginn því að það var búið að loka aðalgötunni þarna, eða bara, eins og maður segir, veg 1. Já. Og leggja blóm á veginn og verði sitt ykkur megin við og ég labbaði út á götuna. Já. Og tók mynd eftir tómri 4 akrina götu. Já. Og sást engin bíl. Við erum að finna þessa mynd. Er hún til? Já, hún er ekki í myndaalbúmi. Hún er í myndaalbúmi hjá mér. Við erum að finna hana og þá get ég haft hana með blogginu sem að fylgir svona hlaðvarpsþætti. Já. Sem ég læt gervigrindin að vinna því að ég er nýja að skrifa. Ég nenni bara að spjalla. Ég að laga það til, sko. Já, hún ætla að laga til og taka út svona langar þagnir og svona. Nei, það er sko, ég held að þú eigir fleiri aðdáendur heldur en þú grunar sko og svo ég sagði við Roberto að og ég var ekkert að kynna það neitt mikið fyrir hún og ég sagði sko hann veit líklegast sko hann getur líklegast ekki sko talið upp marga af svona þessum forngrísku stóisku heimspekingum. Getur þið talið upp einhvern? Nei, þetta var náttúrulega Aristoteles og Plató. Þetta eru aðrir, sko. Þetta er Þetta er nær? Já, nei, þetta er sko, Marcus Aurelius og Epictetus og Seneca og fleiri svona sko, fínu nöfn í tengslu við sko, þessar stóísku heimspeki. Ég sagði við Roberto sko, að þú er samt sá maður sem ég þekkti til og fylgist með sem sko lifði þessu. Þessari stóísku heimspeki og það var svo gaman að því hann er nú doktor í sálfræði. Ég held að hann hafi verið alveg hjartalega sammála mér eftir þessu upplifun að hafa búið inn á heimilinu að fundi fyrir þessar ró sko. Og það finnst mér líka svo dýrmætt fyrir sko, bæði fyrir mig af því ég er náttúrulega finna þjálfa upp þessar ró og líka fyrir sko stúlkurnar að það er ekki, maður veit að það er ekki að fara með afarsýnum að ég láta út í neina vitleysu sko, kenna þeim að vera hæglátar sko, og vera þær sjálfar. Já. Það er það, hann var alveg einstaklega hlýr persónuleiki og mjög gaman að tala við hann og við áttum ég bauð honum fyrsta morgun sem hann vaknaði í morgunkaffi inn og við sátum 2 saman og drukkum morgunkaffi og ristabrauð og svona. Og það fór mjög vel á með okkur. Ég fann það að þetta var mikill svona mannvinur og mjög fróður og gaman að spjalla við hann. Það er góða nervur. Góða nervur og góða útgeislun og svoleiðis. Já. Og ég mitt sagði við, þegar mamma var til stressuða,
taka á mót og ég sagði, Já. þetta verður ekkert mál, sko, bara Nei. leiða að kemur, sko. Hún var nú búin að fara marga rengi áður en að Já, og en hann mitt sagði þetta, sko, honum að þó þessar morgunstundir eru svo góðar og svo hafa hann einhvern tímann sagt að því að sko Sikiley, þegar ég var í heimsókn, þá þurfti ég að venjast það að allt var kannski svona frá hálftíma til 2 tímum á undan eða eftir áætlun, aðalega á undan áætlun, þá misti ég að matnum. En ef maður var svo býð eftir einhverju, þá hefði viljað frestaði þetta mjög lengur og svo sagði hann einhvern tíðan, þú hefði boðið mig morgunkaffi og hann hefði sagt já og svo kemur Georgi og sækir mig 8:30 að þú hefði sagt, ef við skulum hitta sklan 8 og drekka morgunkaffi. Þá sagði ég, þá nú best að við hittumst sko 7:45, við þurfum að eiga sko stund. Hann sagði þetta væri náttúrulega bara alveg sko frábært sko, að eiga svona morgun, rólegan morgun. Já. En það er það er nú sko eins og ég segi, eins og þú sagði, við getum setið hérna og haldið áfram að tala saman út í marga klukktíma og það er aldrei vitið að við bara gerum þetta aftur sko. Já, það væri náttúrulega gott að gera þetta aftur og fylla í eyðurnar sem eru. Já, fyllum í eyðurnar. Og það náttúrulega er margt sem að má segja frá og hvernig var þegar ég var að alast upp og til dæmis sko að þeir eru nú að tala vindmyllur í dag og að á Áslósstöðum stóð vindmylla vestan við bæinn á Staur, tréstaur og hún framleiddi 32 volta rafmagn eða 32 volta spennu. Spennu, já. En hún fauk í einu vestanveðrinu sko var ekki endurreist aftur því að spaðarnir og það brotnaði alveg í spón. Var það timbrið það? Já. Þetta var timburspaðar sko, en við sem með svona blikki á. Framsæknir. En þetta var spaði sem var 3 metrar í milli enda sko. Já. Hún hefur farið í Suðvestanroki. Suðvestanroki, já. Og þá var rafmagnið ekki komið sko frá Rafveitu ríkisins og þá var sem sagt dísilvél. Já. Og hún var með svona maður trektan í ganga sem maður segir, maður opnaði sko fyrir ventlana og snýrinn af stað, sko, það var svinghjól á henni og svo lokaði maður og þá átti hún að fara í gang, sko. Já. Býtu, sko, talandur rafstöðar, það verður að rifja upp einu sögu, að ég segi alltaf þessu sögu þegar að keyra til Reykjavíkur. Þegar maður keyrir upp á Öxnadalsheiðina, þá var endurvarpið þarna uppi, varstu ekki að vinna að steypa hann? Jú, og múra innan og ganga frá henni. Já, ganga frá henni. Og þið bygguð, sko, ég veit ekki... Gamla húsinu. Sem eyðibýl í dag, ekki? Jú. Ég veit ekki, sko, ég held þessi saga sér sönn, en ég veit það ekki að þið hafið stilt að þannig þið voru með rafstöð, sem settu bensín á og voru búin að mæla út að hún er bensínlaus klukkan eða 10. 10, já. Og þá bara var húsið uppljómað. Já, og svo dó bara á henni. Já, og svo hafði einhver kona. Það voru 3 stúlkur sem var okkur að ball vestur á hvað heitir nú samkomuhús nei, styttur að Skagafjörður. Ég er ekki kunnugur staðatum í Skagafjörðinu. Nei, en Valaskjálf. Nei, það er austan. Það er austan. Já. Það kemur. Já. Og það hefði punktir að hjá bílinn. Það voru fúlsagan. Já. Það hefði punktir að hjá bílinn. Sprungið dekk, já. Það er punktir að miklu betra orð. Já. Og þær eru stoppu upp á vegi og sjá að það er ljós í þessu húsi. Já. Og sem hver aðra, nú förum við og böngum upp á þarna. Já. Og við erum búin að sjá það að það er bíll með ljósum semst þarna við sko akarinn aða til okkar.
Og þetta kvöld og það myrkur. Já, þetta var rétt fyrir 10. Já. Og svo erum við ekkert að hugsa það meir, sko. Og svo bara slokna ljósin hjá okkur og það líður svona hálftími allt í kolniða myrkri, sko. Já. Þá banka. Voðalega varlega. Já. Og það er best að drífa sig og harði dyra. Ég drífi upp og fetti dyra og opna og þar standa 3 stúlkur skelfingu losnar. Já. Svo þessi verið búin að vera hvort það getur fengið hjálp. Já. Það verið búndir að hjá þeim og það næði ekki dekkin af. Og það verið engin bíll búin að koma. Og já, alveg sjálfsagt að gera það. Við nefnilega vorum á leiðinni labbandi til ykkar, þá sloknuðu ljósin. Já. Og þá hlupum við inn í bíla. Hlupum inn í bíla, já. Þetta, ég veit sko bara í, að þetta getur verið svo mikið myrkur þetta í Öxladalum. Svo við verið að labba upp að uppljómuðu húsi og svo bara hverfur ljósið allt á sama tíma. Bara rafmagninu bara sleið út. Þetta hlýtur að ég hefði líka hlaupið tilbaka og færið inn í bíl, sko. Og hugsað mér, og talið við kjark. Já, en við drifum okkur á fætur og fórum út og skrúðum á hitt dekkið og þær fóru. En ég heldur hafi verið ennþá með hjartslátt eða fóru burt. Já, þetta er svona eitt af þetta atvik sem að manni finnst alltaf jafn gott, sko. Þetta er svo mannlegt eitthvað og hvað. Þetta er frábær saga, sko. Já. Þannig að það er nefnilega margt og við hefum margar góða sögur sem við hefum búið til saman og eigum eftir að búa til margar viðbót og þetta hlaðvarp er nú bara ein svona viðbót í þessar sögur, sko. Já, þetta er svona byrjunin. En það er eitt sem er sem ég var að hugleiðum daginn að það var nú verið að tala stúlka sem vinnur hjá okkur eða kona. Hún eignaði sitt fyrsta barn var bara 18 ára og var að segja frá því að hún hefði verið svo hún hefði aldrei verið neitt kvíðin eða neitt þó að fengi kvef eða eitthvað svoleiðis bara. Þetta var bara barn sem hún var með og var með á brjósti og gekk bara rosa vel. Já. Hjá henni. Svo eignaðist hún barn 10 ára seinna. Já. Og hún sagði bara að ekki hafa þekkt sjálfan sig því að hún var alltaf á taugum yfir barninu og hlusta á andardráttinu og allt hjá því. Já. Og fylgjast með því, sko, hvernig það væri svona eða svona. En þegar hún var að verið þetta ung þá hafði það ekkert haft áhrif á sig. Hún hefði bara gengið því sem var og hún var að vísu sveit og svo vönn skepnum og svona, þannig að og hún sagði ef hún vaknaði á nóttunni til dóttur sinna þá hefði ekkert sko raskar á hún sofnaði bara liðumlaðast og kottan aftur, sko. Já. Og þetta er alveg sama eins og með Agnesi þegar hún er svona við erum svona ung, sko, og rúmið hennar er okkar megin eða mín megin og sko ef hún var eitthvað umlað þá áttum við nú huðnumkandegin ef hún þagnaði fljótlega. Já. Og ef það dugði ekki þá hún er heldur betur spjara sig í lífinu. Já, þá fékk hún vatn. Já. Og sko hún er ekki orðin nema 6-8 mánuða gömul þegar hún nær að setja löppina upp á grindina á rúminu og velta sér yfir grindina og niður í hjónarúminu. Rædda sér. Voru þá stressaði þá með mig? Nei, það var ekki, þurfti ekki því að þú hafðir svo mörg aðkvörf. Já. Systurina voru 2, sko, og það var ekki, maður var ekki viss hvar þú vaknaðir á mótnana. Það var einhvers staðar, já. En þú varst mjög sjálfbjarga strax og fórst það sem var best að vera. Já, það sem ég fekk mest að þjónustu. Já. Já, það er stuð. Já, þetta er
þetta er merkilegt hvað og ég hef mitt hugsað sko að maður þarf að það er erfitt núna og maður finnur það eins og með Alessandru sko, nú þarf maður að sleppa meira 11 ára Já, það verður smá saman hún þarf að fá að hlaupa á hotn hún þarf að fá hotnin og svo þarf hún að hlaupa það af sér maður má ekki vera sko, veist þú, gott orð sem var náttúrulega að vera krulluforeldri Já, ég hef ekki heyrt það Nei, það er sko og ég held að sko, eins og ég sagði upp að sko, ég held að það dýrmætasta sem að þú hefur kennt mér og heldur að kenna mér er að það er að redda mér sko, það er að ekki gefast upp og klára það sem að tekur sér fyrir hendur sama hvað sem getur stundu verið þreytandi en krulluforeldri það er sem sagt eins og þegar verið að spila krullu eða curling þá er alltaf sko lið á undan til að sópa í sér sko. Þannig að steinni renni sem sléttast sko. Hann þurfi ekki að og það stýra steininum og svo þetta væri ákveður svona foreldraaðferð sko. Þegar foreldrarnir eru á ganga á undan og sópa allt sko. Þannig að sé bara slétt og fellt og barni bara rúllar inn að miðju eins og ekkert sé sko. En það er auðvitað þarf maður að styðja við og hjálpa þau og það er ekki bara það er ekki gott að taka bara hákarla jörunda og senda þau í fóstur út á Látra sko. Alexander er jafn gömul held ég núna, eða hvort hann hafi verið 9 ára þegar hákarla jörundur var sendur í fóstur út á Látra og ég myndir ekki leggja það á dóttur mína sko. Það þarf að finna eitthvað jafnvægi Já, það er það og jafnvægi en ótrúlegt hvað þið lifið af samt Sumir, ekki allir Nei. Það er nefnilega líka málið með gamla daga sko, að þeir hörðustu lifið af Já, þetta var svona náttúruval já En pabbi, takk hérlega fyrir spjallið Já, sömuleiðis, þetta var bara mjög skemmtileg stund og fljót að líða Já, fljót að líða, hún er sko hvað heldur að klukka, ég held að við séum búin að vera í rúma 2 tíma sko Já, og ástæða fyrir ég þarf að reyna taka þetta saman núna er að ég held að Starri hafi sagt að það væri bara 2,5 tími á teipinu sko. Á teipinu, þannig að við erum að vera búnir með teipinu. Við erum að vera búnir með teipinu. Já, gott. Þannig að þú eru sko þessar græður áttu nú myndatökuvélar og svona. Þannig að ég ætla bara að ljúka þættinum hér og bara takk kærlega. Já. Takk fyrir mig. Þetta er búið að vera bara mjög skemmtileg umræða og kannski gerum við næsta þátt bara. Já, tökum sko, þá erum við búin að gera upp söguna fram að þessu. Já. Þá getum við sagt einhverja nýja sögur. Hvað erum við búin að gera eftir þetta? Það er bara svo mikilvægt að ég held að við höfum eftir að halda áfram að búa til margar sögur. Já, það er framhald. Framhald. Já. Tökum Matthildi og Alessandru með okkur. Já. Heyrðu. Látum þær leggja orði í belg. Haldum við.